Góðan daginn. Ég ætla að bjóða ykkur velkomin á þetta málþing sem að Vísindafélag Íslendinga heldur í samstarfi við Háskólann í Reykjavík. Ég heitir Hrafn Lofsson og ég er dósent við tölvunarfræðideild HR. Ég er hérna fundarstjóri í dag. Yfirskriftin á þessum málþingi er eins og við sjáum hér að nota íslensku í tölvum og tækjum og dagskráin er tvískipt. Við erum með 2 erindi fyrir hlé og svo 2 erindi eftir hlé. Fyrir hlutanum þá mun Eiríkur Rögnvaldsson byrja. Hann er prófessor emeritus við Háskóla Íslands og hann fer yfir svona helstu áfanga í íslenskri máltækni. Það hefur gerst raunverulega síðustu 20 árin. Síðan stóð til að Stefanía Halldórsdóttir sem er formaður stjórnar Almannaróms myndi halda erindi en hún forfellaðist því miður á síðustu stundu. En Anna Björk Nikulásdóttir sem líka situr í stjórn, hún hleypur í skarðið. Og hún ætlar semst að segja frá almannarómi, hvað almannarómur er og samningi almannaróms við menntamálaráðuneytið. En almannarómur hefur nýlega fengið það hlutverk að stýra svokallari máltækniáætlun. Svo tökum við semst að hlé eftir þessi 2 erindi og í seinni hlutanum þá ætlar Jón Guðnason sem er dósent við tækni og verkfræðideild HR að tala talgreiningu og vélrænt nám og tauganet og Vilhjálmur Þorsteinsson mun síðan enda þennan dag. Hann er framkvæmdastjóri Miðeindar og hann ætlar að fjalla þau verkefni sem Miðeind hefur verið að vinna undanfarin ár. Nú þá ætla ég að biðja Eiríkur Rögnvaldsson að koma hér upp og byrja sitt erindi. Já, komið sæl. Ég ætla semst að tala íslenska máltækni í 20 ár, ástæða fyrir því að minna 20 ár kemur fram hér rétt og eftir, en ég ætla að byrja á að nefna nokkur máltækniverkefni eða verkefni svona á þessu sviði fyrir árið 2000. Ég held að megi segja kannski að það fyrsta sem hafi verið unnið í að nota tölvur til þess að greina íslensku hafi verið verkefni Baldurs Jónssonar prófessors sem hófust upp úr 1970. Hann gerði tíðnikannanir á textum og orðstöðulykla. Þetta er svo sem við myndum ekki fella þetta undir máltækni núna, en þetta fellur undir það sem heitir á ensku Literary and Linguistic Computing og Baldur kallaði þetta máltölvur á sínum tíma. En þarna var sem vissulega verið að nota tölvur til þess að greina íslenska texta. Stefán Brím, eðlisfræðingur, hann byrjaði einhvern tímann upp á 1980 á því að gera tilraunir með vélrænar þýðingar og með dependency syntax og hann var í einhverju samstarfi við erlenda fræðimenn á þessu sviði, tók þátt í einhverjum samstarfsnetum og gaf út 3 bæklinga þetta og setti svo upp vefsíðuna Tungutorg sem ennþá er uppi kringum árið 2000. Og Stefán, hann skrifaði líka greiningarform sem var notað til þess að greina texta í íslenskri orðþýðnibók sem kom út 1991 og það forrit hefur aldrei verið notað, aldrei sem sagt verið opinberið og aldrei verið notað svona af öðrum og en hins vegar þessi textar úr íslenskri orðþýðnibók, þeir koma miklu gagni þegar var síðar farið að vinna alls konar greining á íslensku vegna þess að þeir voru notaði sem þjálfunargögn. Friðrik Skúlason skrifaði Púkan þarna einhvern tímann upp á 1987, stafsningaleiðingarforritið sem ennþá er í gangi og hefur verið uppfært nokkrum sinnum. Og síðan var þarna stóð Öryrkjabandalagið fyrir gerð íslensks talgervils, fyrsta íslenska talgervilsins á árunum 1989 til 1990. Pétur Helgason, sem núna er prófessor í hljóðfræði í Stokkhólmi, hann vann megin vinnuna í því en Höskuldur Þráinsson og Páll Jensson voru verkefnisstjórar. En síðan gerðist það fyrir réttum 20 árum í september 1998 að
Björn Bjarnason menntamálaráðherra skipaði nefnd til þess að kanna stöðu og möguleika tungutækni á Íslandi, eins og var kallað þá, og Rögnvaldur Ólafsson var formaður þessara nefndar og við Þorgeir Sigurðsson sátum líka í nefndinni. Þessi nefnd skilaði svo áliti í febrúar 1999 og lagði þarna til að það yrði svona kringum milljarði veitt í íslenska máltækni, 225–250 milljónum ár í 4–5 ár. Það sem var gert, það voru sett inn peningar í þetta, vissulega á fjárlögum, samtals 133 milljónir sem samt ekki nema það bil 1/8 af því sem við töldum þurfa. Og og sem sagt, það má segja að þetta marki upphaf skipulags máltæknistarfs á Íslandi. Í þessari skýrslu stendur þarna að meginmarkmið Íslendingar hljóta að vera unnt sé að nota íslenska tungu ritað með réttum táknum sem víðast innan tölvu- og fjarskiptatækninnar og benda á að þessi mikið verkefni að gera íslensku gjaldgeng á öllum sviðum og við allar aðstæður og þess vegna verður að leggja megin áherslu á þá þætti sem varði daglegt líf og starf alls almennings eða muni gera það á næstu árum. Þessi áætlun, hún gat af sér ýmsar afurðir og ég ætla svona að renna í gegnum það helstu. Annars vegar textaverkefni, margs kyns verkefni í textavinnslu og textagreiningu. Kannski það þekktast að því nú beygingarlýsing íslensks nútímamáls sem upprunnin þarna í þessari áætlun. Kristín Bjarnadóttir hefur stjórnað frá upphafi og flestir þekkja og núna verið að endur forrita og endur hanna beygingarlýsinguna. Síðan var þjálfunarlíkan fyrir málfræðilegan markara sem Sigrún Helgadóttir var nú aðallega við. Þó að sá markari hafi sjálfur sér ekki verið notaður mikið, þá var þarna unnin margs kyns undirbúningsvinna sem hefur nýst í síðari verkefnum. Og svo mörkuð íslensk málheild, safn 25 milljón orða af margs kyns textum, málfræðilega greindum, sem hefur nýst á ýmsan hátt og Sigrún Helgadóttir stjórnaði líka. Svo voru þarna taltækniverkefni sem voru unnin í samvinnu fyrirtækisins Hex sem voru Helga Voge og Þórarinn Stefánsson og Símans, þar sem Sæmundur Þorsteinsson stjórnaði og Háskóla Íslands. Og fleiri fyrirtæki tóku svolítið þátt í þessu en þetta voru aðal þátttakendur. Annars vegar var þarna íslensk talgreining, verkefnið Hjal, og svo íslenskur talgervill, verkefnið kallað Ragga. Þessi verkefni tókust í sjálfu sér ágætlega en af ýmsum ástæðum þá var það ekki framhald á þeim þannig að þau nýttust ekki eins og sem skildi. Hins vegar var margs kyns vinna sem var unnin í tengslu við þau hefur nýst í síðari verkefnum á þessu sviði. Og svo má nefna líka verkefni sem Friðrik Skúlason var með, mjög metnaðarfullt verkefni í greiningu, málfræðilegri greiningu á textum. Og ef þetta hefði verið unnið innan háskóla þá hefði þetta, held ég, vakið mikla athygli út fyrir Ísland því að þarna var verið að vinna með teóríur sem voru mikið notaðar í ýmsum háskólum en því miður þetta var of metnaðarfullt. Peningarnir kláruðust eins og vill verða og þetta verkefni hefur ekki skilaði sér ekki í framhaldinu. Þetta voru verkefni sem voru unnin þarna eða komið af stað minnstakosti innan þessarar tungutækniáætlunar þar sem var stýrt af verkefnistjórn sem Ari Arnalds var formaður fyrir og Rögnvaldur Ólafsson var verkefnistjóri. Eftir að henni lauk, eftir að var hægt að setja fé í þetta þá árið 2004, þá var hópur af fólki farin að vinna aðeins á þessu sviði hér og hélt áfram. Það munaði mikið það að þegar Hrafn Loftsson fór í doktorsnám í Sheffield og kom þaðan síðan og vann sín greiningarverkefni sem
þetta gengur nú undir heitinu ICE-NFB, sem sagt markari, ICE-tagger og þáttarinn ICE-parser, og hluti af ICE-NFB hefur líka verið Lemmald sem Anton Karl Ingarsson skrifaði. Nú, það fékkst, þessi hópur sem var að vinna hér að máltækni þá fékk öndvegisstyrk frá Rannsóknarsjóði árið 2009 í verkefni sem hétt Viable Language Technology Beyond English, og undir þeim hatti voru unnin nokkuð verkefni. Anna Björk Nikolásdóttir vann að merkingargreiningu, Joel Wollenberg og Anton Karl Ingarsson og Einar Freyr Sigurðsson unnu að íslenskum trjábanka, Hrafn Loftsson vann að, og stúdent hans unnu að vélþýðingu í innan Apertium-kerfisins. Nú, og svo ég bara nefna þessi helstu verkefni, kannski gleymi ég einhverju og biðst þá afsökunar á því, en á svona síðustu árum þá það þessi talgervill sem Blindrafélagið stóð fyrir og pólska fyrirtækið Ivona, sem núna reyndar orðið eign Amazon, gerði, en fólk bæði frá Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík vann að hann hér á landi, og þar nýttust til dæmis heilmikið af þessum gögnum sem hefði verið unnin í verkefnunum upp úr 2000. Það talgreining í Android-símum sem var unnin hjá Google, en fólk aðalega Jón Guðnason hér í HR stóð fyrir að safna efni í og vinna ýmsa vinnu, og Jón Guðnason og samstarfsfólk hans hefur líka undanfarið verið að vinna af alls konar talgreiningarverkefni, talgreiningu fyrir Alþingi og fyrir röntgendeild Landspítalans og fleira. Á Árnastofnun og í tengslum við Háskóla Íslands hefur verið unnin risamálheild, safn af 1,2 milljarðar orða málfræðilega greint, og þar hefur líka verið unnið að gerð svonefnd gullstaðals, til þess að þjálfa forrit til málfræðilegar greiningar, og þar líka verið unnið að leiðréttingarforritinu Skramba. Jón Freyr Daðason hefur aðalega unnið að. En það er fleira sem hefur verið gert á þessum 20 árum heldur en skrifa ákveðin forrit eða byggja upp gagnasöfn. Við tókum líka þátt í verkefni sem hét MetaNord og var hluti af stærra Evrópuverkefni sem hét Metanet og náði til 30 tungumála, var hluti af 7. rammaáætlun Evrópusambandsins, og við fengum 32 milljónir til Íslands, og þetta verkefni skilaði fyrir okkur 2 afurðum, fyrst og fremst. Annars vegar þessari skýrslu, sem heitir Íslensk tunga á stafrænni öld. Það voru gerðar sambærilega skýrslu fyrir 30 tungumál, allar í sama formi, á ensku og svo því máli sem fjallað og þarna var verið að gera úttekt á stöðu máltækni á Íslandi, og það kom í ljós að íslenska stæði illa miðað við Evrópumál, væri sennilega næst neðsta sæti, og þessi skýrsla hafði vakti nokkra athygli, var til dæmis tekið til umræðu á Alþingi, og ég held að með segja hún hafi haft dálítil áhrif til að ýta á stað þeirri þróun sem endaði síðan í þessari máltækni áætlun sem núna er að fara á stað. Og annað sem var gert innan þessa verkefnis, það var að koma upp vefsíðu sem heitir málfund.is, þar sem eiga að vera öll íslensk málföng, það er að segja gagnasöfn og hugbúnaður til að vinna með tungumálið, og mörgum tilfellum hægt að beinlínis sækja þessi gögn þarna á þessa vefsíður. Sum eru alveg opin, önnur eru þarna með ákveðnum leyfum í stöðluðum eða sérhönnuðum, en ef ekki hægt að sækja gögnin þarna, þá á að minnsta kosti vera hægt að finna þar upplýsingar þau. Þessar upplýsingar fóru líka inn í sameiginlegan evrópskan gagnagrunn sem heitir MetaShare, en við vildum hafa sérstaklega íslenska vefsíðu af því að til að geta sett inn fleira heldur en svona fjall undir það sem fóru í MetaShare. Og nú svo
má segja, kannski hápunkturinn í þessum íslenska máltæknistarfi undanfarin 20 ár hafi verið ELREC ráðstefnan á Íslandi í maí 2014. Þetta er sem sagt stærsta máltækni ráðstefna heims, held ég megi segja, haldin á 2 ára fresti, og þarna voru 1200 manns og við lögðum undir okkur hörpu í heila viku og tókst bara mjög vel til, held ég. Nú síðan var það líka framhaldi af tungutækniskýrslunni þarna fyrir 20 árum, þá hófst og sett á stað meistaranám í máltækni við Háskóla Íslands, það haustið 2002. Það var í samvinnu íslensku og tölvunarfræði og það nemendur voru teknir inn 2 ár í röð. Það voru 2 sem luku námi og 2 síðan héldu áfram annar staðar, en síðan lognaðist þetta út af, bæði vegna fjárskorts og ekki síður vegna þess bara að það skorti kennara. Það voru engir sem gátu staðið í því að höfðu menntun eða reynslu til þess að kenna þessi fræði á þeim tíma. Svo þegar Hrafn Broddsson kom aftur til starfa í HR eftir doktorsnám, þá átti hann fyrir hvað því að endurvekja námið, og þá var það í samvinnu íslenskunar við Háskóla Íslands og tölvunarfræði hér í HR, og nemendur voru þá teknir inn annað hvert ár nema 2011 og 2017, og mér telst svo til að það séu 11 mann sem hafa annað hvort lokið þessu námi eða eru alveg við það að ljúka, og flesti þeirra held ég hafi vinni eða hafi unnið meira og minna við máltækni, einhvers konar máltækniverkefni, ýmist hér á landi eða erlendis. En síðan voru svo nemendur teknir inn aftur núna í haust og með samkvæmt nýju og breyttu skipulagi. Það höfum ekki komið mikið reynsla á það ennþá, en vonandi heldur það áfram og eflist. Það skipti líka máli fyrir okkur á sínum tíma að það var í gangi þarna árunum 2004-2009 norræni máltækni háskólinn, Nordic Graduate School of Language Technology, sem var kostaður á Nordforsk, og Háskóli Íslands og síðar einnig HR áttu aðild að. Þarna gátu nemendur sem voru í máltækninámi tekið námskeið. Þetta var að vísu ætlað fyrst og fremst fyrir doktorsnema, en við fengum að senda okkar meistaranema, og þeir fengu þarna ferðakostnað og uppihald greitt, og gátu tekið þarna námskeið við ýmsa háskóla á Norðurlöndum, bæði stutt námskeið, 3-4 daga námskeið, og líka voru einhver dæmi fjarnámskeið með staðlotum. Og þetta skiptir miklu máli fyrir okkar nemendur á sínu tíma. Það er eitt námskeið við skólans var haldið á Íslandi, hérna í HR, Information Extraction, sem Hrafn Broddsson stjórnaði, haldið hérna vorið 2008. Íslensk máltækni hefur tengst íslenskri málstefnu heilmikið á síðari árum, og það var náttúrulega alltaf eitt markmið íslenskra máltækni að styrkja íslenskuna. En 2009 var samþykkt íslensk málstefna sem gekk út á það að íslensk tunga verði nothæf og notuð á öllum þeim sviðum innan tölvu- og upplýsingatækni sem varðar daglegt líf alls almennings. Og það þýðir að viðmót hugbúnað þarf að vera íslenskt, þarf að vera til hugbúnað sem liðsinni og leiðbeini notendur við notkun íslensks máls, og þá verður hægt að nota íslensku sem samskiptamál við ýmiss konar tölvu- og tæknibúnað. Þetta hefur nú gengið hægt. Það hefur verið settar á fót 2 nefndir til að gera tillögur aðgerðir í þessum efnum. Ein árið 2010 og sem skila árið 2012, en það gerist ekkert í framhaldi því. Síðan var önnur 2014 í kjölfar þingsályktunar sem var samþykkt það vor. Hún skilaði árið í desember 2014, en það gerist ekkert í því heldur. En svo loksins, þarna fyrir 2 árum, var skipaður stýrihópur íslenskrar máltækni sem fól sérstaklega nefnd að semja verkáætlun til 5 ára, og þessari verkáætlun var svo skilað þarna í júní 2017, og í framhaldi af henni hefur ákvað ríkisstjórnin að setja fé til þess að hrinda henni í framkvæmd, og anna
Björk talar það hér á eftir. Ég fer ekki lengur út í það, en aðeins svona bara í lokin að renna yfir verkefni, vegna þess að í skýrslu nefndarinnar frá 1998-9 þá voru talin upp 10 verkefni sem þyrfti að ráðast í á næstu árum og ég ætla bara að renna yfir hvernig þau verkefni standa og þessi fyrstu eru með grænu letri af því að þeim lokið eða það mál afgreitt. Helstu tölvuforrit á almennum markaði verða á íslensku. Við höfum Word og Windows og allt þetta dót á íslensku, svo spurningin náttúrulega hvort menn nota á íslensku. Það dálítið annað mál. En mikið af þessu til. Unnt verður nota íslenska bókstafi í allar aðstæður. Jú, það má segja að það sé nokkuð góðu standi. Ákveðnum aðilum, stofnunum eða fyrirtækjum verður farin ábyrgð á einstökum verkefnum. Þetta fannst okkur skipta máli á sínum tíma, en þetta loksins að gerast núna með almannarúmið. Það sé komin einhver aðili sem tekur ábyrgð á þessu. Og síðan kemur eitthvað sem á gululjósi, komið verður stóri tölvutækir textahælt með íslenskum textum, það sem fjölbreytilegur til að byggja áframhaldandi vinnu á. Við höfum núna náttúrulega stórt skref í þá átt með risamálheldinni sem ég nefndi á þann, en við þurfum ennþá meira. Til verður góðu íslensku talgervill. Jú, við höfum alveg þokkalega talgervill sem Blindrafélagið lét gera, en það þarf að bæta hann samt. Og svo verkefni sem ólokið eða bíða, þessi sem eru á rauðaljósinu, unnið að þróun málgreininga fyrir íslensku, með því að markmiðið að geta greint íslenska text í orðflokka og setningarliði. Það búið að vinna heilmikið í þessu. Fyrst og fremst náttúrulega greiningu orða en dálítið í setningagreiningu líka, en þarna þurfum við samt að ná betri árangri. Og til verður góð hjálparforrit við ritum texta á íslensku. Við höfum orðskiptiforrit, stafningaleiðréttingu, en við höfum enga málfarsleiðréttingu og það einmitt eitt af þeim verkefnum sem liggur fyrir að ráðast í núna samkvæmt máltækniáætlun. Og unnið verður að þróun talgreiningar fyrir íslensku. Jú, það búið að gera heilmikið í því, en það samt langt í land með að sem komið fullkomna talgreiningu. Og svo eitthvað sem að sára lítið hefur verið gert í unnið að þróun forritatil vélrænna þýðinga. Við höfum ekki komið mjög langt í vélrænni þýðingum, en það náttúrulega eitt forgangsverkefni í máltækniáætlun núna. Og svo þetta sem var talið skipta miklu máli á sínum tíma, minnstakosti, komið verið fullgreindu orðasafni með málfræðilegri og merkingarlegri greiningu til að nota í áframhaldandi vinnu. Þetta höfum við ekki, en kannski þetta í sjálfu sér orðið óþarft núna með gervigreind og tauganetum og öðru slíku. Ég bara skal ekki segja það. En allavega, svona við drögum þetta saman. Tungutækniáætlunin frá 2000-2004, hún gerði mikið gagn. En það hefði þurft að fylgja niður þetta meira fjármagn, eins og ég sagði, það kom bara 1/8 af því sem að við töldum þurfa. Og ekki síður, það hefði þurft að fylgja öflug vitundarvakning með fólks og fyrirtæki. Hvorki almenninni fyrirtæki voru bara hún átta sig á þessum tíma undir þetta. Og eitt enn að þarna voru gerðar óraunhæfar kröfur, það var bara svona sambandi við það á pólitísku vinda sem blés á þeim tíma, óraunhæfar kröfur sjálfbærni og þær afurðir sem þarna komu út, það átti ekki að veita ókeypis aðgang af þeim, það átti að selja aðgang, það bara virkar. En það hefur náttúrulega heilmikið áunnist á þessum 20 árum og sem að leggur grunn að þessu stórataki sem núna stendur fyrir dyrum og sem sagt við erum rétt að byrja. Takk fyrir. Já, við þakkum Eiríki fyrir þetta yfirlit. Mér láðist nú að geta þess að við gerum ráð fyrir að það séu svona 20 mínútur sem hver fyrirlesari hefur og sem hefur tíma fyrir kannski 1-2 spurningar eftir. Já, þannig kannski ef einhver vil spyrja. Ég get nú kannski skotið inn einni.
Sko, miðað við þetta yfirlit sem þú fórst yfir og þau verkefni sem búið að gera, þá hefði mann kannski haldið að þessi staða okkar í Evrópu væri ekki svona slæm. Hver telur þú að vera helstu skýringuna á þessu? Að við vorum þarna í neðsta sæti í Metanord skýrslu. Sko, það náttúrulega að vísu ýmislegt gert síðan. Hún byggð á gögnum frá 2011-12. Sko, eftir það höfum við fengið til dæmis risamálheildina, við höfum fengið talgerfil bindafélagsins og við höfum komin á stað í talgreiningu og eitthvað svona, þannig að við myndum væntanlega vera eitthvað ofar núna, en ég veit það ekki, sko, það er bara, og við vorum kannski ekkert mjög langt frá til dæmis lettum sem að þó hafa unnið sko, mjög mikið starf og verið með öflugu fyrirtæki, en það sem er náttúrulega hér, sko, í þessum stærri löndum þá eru ótal fyrirtæki sem eru að vinna þessu á eigin vegum. Hér hafa engin fyrirtæki verið af eigin frumkvæði að vinna í máltækni og það er bara svona safnast þegar saman kemur að þegar eru margir að vinna á einhverju sviði þá byggist upp þekking og byggist upp verður til hæft fólk og svo framvegis. Það er náttúrulega bara, við erum bara svo lítil. Skortur af fólki hefur verið Já. Og við erum alltaf vonast þess að það lægist nána með máltækni náminu. Já. Spurningar? Takk fyrir þetta, Eiríkur. Ég bara, kannski smá atriði, ég rak augun að því að það var gerð talgreining fyrir Alþingi og svo röntgendeild Landspítala Íslands. Það er kannski alltaf einhverju hlut sem komur á. Hvers vegna sérstaklega röntgendeild Landspítala? Það kemur svona ólíklega. Veist það, Jón svarið því, hann hérna? Já, ég náðast bara nefnilega. Já, hún nefnilega það eftir. Já, ok. Þetta kemur hann í sér stofu. Já. Hver er ein spurning í viðbót? Já, Vilhelm. Þú myndist á þér ykkur að það hefði verið unnið meðal annars á talgerðli og talgreiningu og það er verkefnið eins og lokast inn og ekki komist út. Er eitthvað vitað það hvar þetta er? Er þetta nokkuð til textar? Eru niðurstöðuna til einhverstaðar í ráðuneyti eða það bara glataðar? Veistu það? Sko, það sem að ég hef aldrei komist nákvæmlega þessu. Það sem að flækti þetta á sínum tíma var að eignarhaldið var á einhvern hátt mjög óljóst, sko. Þetta var unnið í samvinnu við fyrirtæki, alþjóðlegt fyrirtæki sem að hét Scansoft á sínu tíma, rann síðan inn í einhver önnur stærri sem það er búin að vera nokkrir samrunar, ég veit ekki alveg hvað það var, þannig að það var einhvern veginn mjög erfitt ég veit það að þegar Blindrafélagið var að vinna á sínum talgerðli á sínum tíma, þá var lögð heilmikil vinna í það að reyna að svona hafa upp á þessu eða finna út úr því hvort og hvernig væri hægt að nýta það sem hefði verið gert og það gekk ekki. En hitt er annað máli, eins og ég sagði, að sú málfræðilega vinna sem var unnin hér til undirbúnings þessum verkefnum, hún í sjálfu sér hefur nýst í seinni verkum. Já, svo nefna það líka að það verða pallbóðsumræður í lokin, þannig að þá hafið tækifæri til þess að skjóta spurningum líka. En þá ætla ég að þökkum bara Eiríki aftur fyrir þetta. Þá ætla ég að biðja hana Björk Nikulásdóttur að koma upp og hún ætlaði að segja okkur aðeins frá almannaróm. Já, góðan dag. Anna Björk heiti ég. Ég er að hlaupa í skarðið fyrir hana Stefaníu Halldórsdóttur, stjórnarformann Almannaróms og er í rauninni með þetta efni að stórum hluta frá henni. Tek á svona fram að það er óhóðlega mikið að myndum af mér í svo glæsisetning. En eins og ég segi, Almannarómur er sjálfseignarstofnun sem var stofnuð árið 2014. Með það markmið að stuðla að smíði máltæknilausna fyrir íslensku.
Og aðilarnir sem koma að almannarúmi eru úr ýmsum áttum. Það eru háskólar og rannsóknarstofnanir, félagasamtök og fyrirtæki. 20 stofnaðilar og á þessu ári hafa komið fleiri fyrirspurnir um aðild að almannarúmi, þannig að almannarúmi er orðin sýnilegri og það er áhugi á að taka þátt í þessu starfi. Markmiðin voru skilgreind snemma að tryggja íslenska standi jafnfætis öðrum tungumálum í tækniheiminum, að vernda íslenska tungu og að stuðla að aðgengi almennings og atvinnulífs að nauðsynlegri tækni. Þetta eru svona yfirskriftirnar á mjög fjölbreyttum undirverkefnum í rauninni sem að flokkast þarna undir. Allt þetta ára minnstakosti hefur almannarómur verið að undirbúa það að taka að sér stjórn máltækni áætlunar. Og til að mynda fengum við að vita að forseti Íslands væri mjög áhugasamur framgang íslensku í tækniheiminum og fréttum að hann væri til í að hitta okkur, hittum hann á Bessastöðum og ræddum það sérstaklega hvernig væri hægt að koma íslenskunni að hjá erlendum stórfyrirtækjum. Og forseti lýsti sig alveg reiðubúinn til þess að fara í eigin persónu og heimsækja þessi stóru fyrirtæki, Google, Amazon, Apple og svo framvegis, til þess að tala máli íslenskunnar, leita leiða til þess að koma henni inn í þann hugbúnað sem er nú þegar komin í almenna notkun út allt og meðal annars á Íslandi, en þar sem við verðum yfirleitt að nota ensku til þess að nota hugbúnaðinn. Stuttu seinna var forseti, hafði hann verið búinn að plana heimsókn til Microsoft í Seattle og upphaflega var átti þetta að vera svona fyrsta skrefið í að athuga með það hvað væri hægt að gera, hvernig samvinnu væri jafnvel hægt að koma á til þess að Microsoft tæki tillit til íslensku í sínum hugbúnaði. En eins eftir sem mér skilst þá kom það í rauninni bara á óvart að þegar að forseti ásamt 2 fulltrúum almannaróms mætti á þennan fund, þá var í rauninni kynnt forrit þýðingaforrit sem að býður upp á íslensku. Það var kynnt þarna í fyrsta sinn á þessum fundi og þetta er þýðingaforrit Microsoft Translators, ef einhverju hafa kynnt sér það. Það er í rauninni hugsað þannig að maður geti talað á einu tungumáli og fengið svar í talmáli á öðru tungumáli. Íslenskan er ennþá á þeim stað að það er hægt að skrifa á íslensku og það er þýtt í annað tungumál, eða ef einhver talar í forritið á kínversku, þá getum við fengið íslenskan texta inn í okkar spjallforrit. Þannig að íslenskan er þarna komin inn sem ritmál í þetta þýðingaforrit. Og sama leyti í rauninni þessari nánast sömu ferð forseta, þá hélt amerísk-íslenska viðskiptaráðið í Bandaríkjunum og aðalræðisskrifstofa Íslands í New York ásamt almannarómi fund framtíð íslenskunnar, þar sem bæði var pallborð íslensku og bókmenntir í bókmenntaumhverfinu og svo íslensku í tækniumhverfinu. Við vorum með fulltrúa þarna í pallborði og Stefanía hélt tölu sem loka orð. Þetta var mjög vel heppnaður fundur, fullur salur og það var áhugavert að finna fyrir áhuga bæði erlendra gesta og einmitt Íslendinga búsettra erlendis, hvað var mikill áhugi á málefninu að halda áfram að tala íslensku alls staðar. Eins og ég segi, þá er almannarómur búinn svona lengt og ljóst að vera að undirbúa það að taka að sér að sjá framkvæmd máltækni áætlunarinnar sem að Eiríkur minntist á hér áðan.
En formlega var skrifað undir samning rekstur máltæknimiðstöðvar. Almannarómur sótti þegar fram fór útboð í sumar að taka þetta verkefni að sér og að undangengnu þessari mikilli undirbúningsvinnu var ákvað mennta- og menningarmálaráðuneytið að ganga til samninga við Almannaróm. Samningurinn felst í því að í rauninni að reka þessa máltækniáætlun og miðstöðina máltækni. Og já, má kannski nefna áætlaður kostnaður við rekstur miðstöðvarinnar 40 milljónir til 5 ára og kostnaður ríkisins, ekki alveg, heildarkostnaður við áætlunina áætlaður 2,2 milljarðar. En það kemur ekki allt frá ríkinu. Máltækniáætlunin sem á að hrinda í framkvæmd, hún mun að miklu leyti byggja á þessari skýrslu sem skilað var sumarið 2017 og þar eru nákvæmar verkáætlanir fyrir svokölluð innviðaverkefni sem fer betur yfir á eftir. En hér erum við komið með markmiðin sem eru líka í markmið Almannaróms að tryggja það að íslenskan verði gjaldgeng í samskipti sem byggja á tölvu og upplýsingatækni. Og annar stór mikilvægur hlutur af áætluninni það að tryggja virkt samstarf og samskipti þeirra sem vinna að máltækni á Íslandi og á alþjóðlega vísu einnig. Kjarnaverkefnin sem lýst kannski sem nákvæmustu máli í þessari skýrslu, þau snúast það að það þarf að vera til talgreinir, talgervill, þýðingavél og málrýnir. Og mikilvægt í öllum þessum verkefnum að þau verða að öllu leyti með opnu aðgengi. Það þýðir að því marki sem mögulegt skulu öll gögn verða opin, en að lágmarki allur hugbúnaður sem verður skrifaður innan þessara áætlunar, hann verður öllum aðgengilegur bæði til beinnar notkunar í gegnum forritaskil en ekki síst til þess að taka áfram og þróa áfram í sértækar lausnir. Þetta algjört grundvallaratriði við framkvæmd þessara áætlunar, kannski í andstæðu við það sem var nefnt hér áðan að eigi að fara að selja aðgang af afurðum máltækniáætlunar. Það mun ekki gerast. Það eini varnaglinn sem við verðum að slá ef verið að vinna með gögn sem af einhverjum ástæðum ekki hægt að gera algjörlega opin. En markmiðið að með þessum grunnverkefnum, með þessum innviðaverkefnum verði komin grundvöllur fyrir þróun hugbúnaðar hjá fyrirtækjum. Þannig að þau þurfi ekki að leggja í þessa grunnþróun. Það mikil vinna að koma upp þessari grunntækni sem bara ekki á færi fyrirtækja þeirri stærðargráðu sem eru hér á Íslandi og fyrir þá stærð að markaði sem máltækni fyrir íslensku Þannig að allur þessi grunnbúnaður verður að vera opinn og þá hægt að gera ýmislegt skemmtilegt. En leið og var búið að undirrita samning við mennta- og menningarmálaráðuneytið var fyrsta verk Almannaróms að auglýsa eftir framkvæmdastjóra. Og á dögunum var svo Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir ráðin í þetta starf sem mun taka formlega til starfa núna 1. desember og við erum alveg sannfærin það að hjá henni sameinist þekking og reynsla og kraftur sem þarf til þess að drífa þetta verkefni áfram og halda utan það af öryggi, bæði hérna innanlands og að koma á erlendum tengslanetum. Hennar hlutverk eru mjög margþætt. Ég nefni hérna bara örfá.
og það til dæmis að forgangsraða og skipuleggja vinnuna við innviðaverkefni, við kjarnaverkefni sem ég sýndi hér áðan, sem að mun fara þannig fram að það verður leitast eftir áhugasömum aðilum til þess að taka að sér ákveðin verkefni sem búið er ákveða þarf að framkvæma. Nú, svo þarf að halda áfram að kynna möguleika máltækni fyrir fyrirtækjum og stofnunum. Sjáum það núna að með stöðunni í dag, með stöðunni á máltækni fyrir stóru tungumálun eins og ensku, þá eru allir að vakna til vitundar það að hvað þetta er mikilvægt líka fyrir bara fyrirtæki og stofnanir í þeirra viðskiptamódelum, í þeirra viðskiptum, alveg óháð í rauninni samskiptum við ekki bara í samskiptum við almenning, heldur bara innan fyrirtækja. Og þetta þarf að fara á fullt. Nú og síðan að halda áfram að leita eftir samstarfi erlend fyrirtæki, koma íslenskunni inn í útbreidda lausnir eins og vorum að tala áðan, og einnig í sambandi við stærri verkefni að leita eftir fjölþjóðlegu samstarfi, Evrópusamstarfi á akademísku sviði eða við fyrirtæki eða hvernig sem hvaða staðar sem geti komið þar upp. Þannig að bíða hennar verkefni. Kannski eitt að lokum í sambandi við framkvæmdastjóra er að það sem hefur lengi skort kannski, svo Eiríkur kannski aðeins kom inn á, er að hreinlega að máltækni á Íslandi hafi eitthvað heimilisfang, eitthvað símanúmer. Koma iðulega inn fyrirspurnir allstaðar á heiminum, jafnvel fyrirspurnir samstarf, eitthvað sem þyrfti að fara í formlegan farveg, eitthvað sem þyrfti að fylgja eftir. Auðvitað hefur fólk reynt sitt besta að bregðast við að koma einhverju áleiðis, en oft er það þannig að það er hreinlega ekki aðstæður eða möguleikar til þess að taka við þessum boltum og fylgja þeim eftir. En núna er bara hægt að hringja í Jón. Almannarómur mun fyrst og fremst halda utan kjarnaverkefni sem að skipuleggja þau, forgangsraða þeim og koma þeim í vinnslu úti hjá fyrirtækjum og stofnunum. Annað er svokallur samkeppnissjóður sem er þá aðeins annars eðlis. Það er þá fyrst og fremst huga að það komi sprotafyrirtæki og fyrirtæki í máltækni, önnur stór fyrirtæki komi að þróun máltækni lausnar, raunverulegs hugbúnaðar sem kemst í notkun einhvers staðar úti í samfélaginu, úti í fyrirtækjum, úti í stofnunum og líka í samstarfi við háskóla og stofnanir sem eru búin að vera að vinna að kjarnaverkefnum. Og þessi verkefni eru meira í ætt við eins og tækniþróunarsjóð, þar sem farið fram á mótframlag frá fyrirtækjanum og á móti kemur að hugmyndirnar að verkefnunum, skilgreining á verkefnunum koma frá umsækjendum, en ekki eins og innviðaverkefnum þar sem verkefnin eru nú þegar skilgreind. Og þetta er gríðarlega mikilvægur kafli í áætluninni. Það er þetta að koma máltækninni í notkun. Það verði ekki þessi góða vinna sem verður unnin hér innan háskólana í innviðaverkefnum, að hún týnist ekki í skúfu, heldur þetta komist í notkun. Og það stendur svolítið á almannaróm að stuðla að þessu samstarfi, að fara út með boðskapinn og hvetja til þess að farið verði í raunverulega tækniþróun sem byggir á innviðanum. Það er kannski svolítið óskýr mynd, en þetta er svona í rauninni sem við köllum máltækni vistkerfið í skýrslunni, og þá sjáum við að í efstu línu þá eru gögn sem eru nauðsynleg til þess að þróa tól, hvort sem eru textar eða talgögn eða samhliða gögn með íslensku og öðrum tungumálum.
síðan nauðsynleg innviðaverkefni sem að í rauninni svo hægt að nýta til þess að þróa máltæknilausnir sem að geti verið uppleystar á skjártexta, aðstoðarkerfi fyrir þýðendur, símsvörunarkerfi, kennsluforrit, ritstoð, snjalla leitavélar og svo framvegis og svo framvegis. Þetta það hugbúnaður sem virkilega komin í notkun og byggir á eða nýtir máltæknir. Hugbúnaður sem ekki mögulegur án þess að til sé máltækni fyrir íslensku. Og svo bara að lokum, forsíða frá 2017 til þess að minna á, þetta hvert við erum komin í rauninni á alþjóðavísu með máltækni fyrir ensku. Farið að tala við tækin í daglegu lífi, fólk farið að nota Alexu, Siri, Google Assistant bara til að skipuleggja sig eða til að hvað veit ég, kveikja ljósinn, spila músík. Þetta orðið svona eðlilegt ferli hjá mörgum, bara farnir að tala við þetta eins og fjölskyldumeðlim. Þannig að við erum komin ansi langt og þetta hefur kannski ekki verið séð fyrir þarna 1999 þegar tókst ekki að fá áætlunarrauninni fjármagn að fullu og fá þennan skilning í rauninni sem var nauðsynlegur til þess að koma þessu virkilega af stað. Í dag leikur bara hreinlega enginn vafi á því að þetta tækni sem komin til að vera og við verðum að vera með. Takk kærlega fyrir. Já, við þakkum Anna-Björk fyrir þetta almannaróm og máltækniáætlunina. Almannarómur eins og kom fram, ný sjálfseignarstofnun og nú ger ég ráð fyrir því að einhverja spurningar vakni varðandi almannaróm. Einhverja spurningar úr sal? Já. Þú nefndir að þessir rúmu 2 milljarðar kemur ekki bara frá ríkinu, kemur ekki alltaf frá ríkinu? Já. Hvaðan koma það? Hvaðan kemur? Það sem sagt hugsað í nýsköpunarstyrkjum að þegar eins og Tækniþróunarsjóður virkar í dag til dæmis að þegar fyrirtæki sækja styrki til þróunar að þá leggja þau fram mótframlag til dæmis 50%. Það gert ráð fyrir hérinu kostnaðurinn við áætlunina í heild sinni verði þessi 2,2 milljarðar en af þeim hlutar sem að fer í nýsköpun taki fyrirtækin þátt í að fjármagna. Eru spurningar? Kannski einn fram hér. Þú fórst yfir hérna kjarnaverkefnin sem eru þarna talgreining, talgerving, þýðingar og málrýni. Hvernig voru þessi verkefni valin? Þetta í rauninni, eftir náttúrulega yfirlegu að gleymi kannski einu í þessu, þetta eru 4 kjarnaverkefni en ekki síður mikilvæg súla, 5. súlan eru málföng sem við köllum, það að safna og tilreiða gögn sem þarf til þess að vinna með og einnig að þróa alls kyns grunnhugbúnað eins og að þjálfa áfram, þróa áfram markara og ýmislegt sem að NLP tól. Nú, það kannski tvennt sem að kemur til með það. Við þurftum að setja einhvern ramma fyrir það, hvað gætum við gert mikið og sem sagt út frá því hvernig ætlum við að forgangsraða til þess að til verði grunnur fyrir sem fjölbreyttastan hugbúnað. Ef við tökum bara kerfi sem samskiptakerfi til dæmis eins og Siri, þá þarf fyrir slíkt kerfi bæði talgreiningu og talgervingu. Það þarf að vera hluti af hugbúnaðurinn sem skilur það sem maður segir og annar hlutir sem maður getur talað við mann á móti. Vélþýðingar, það er eitthvað sem
margir tala að sé gríðarlega nauðsynlegt. Við vitum kannski að við erum á þeim stað í dag að vélþýðingar er ekki svona kannski alhliða sem gerir þýðendur óþarfa, heldur gríðarlega mikilvægt tól til aðstoðar þýðendum, en einnig bara fyrir hinn almenna notenda að átta sig á efni, leit, margmála leit til dæmis. Gögn eru á ýmsum tungumálum, ekki bara á ensku eða bara á íslensku, þá maður ekki að leita upp á nýtt fyrir hvert einasta orð, heldur getur leitað á þann hátt. Já, þannig að í rauninni er hugmyndin svo með þessum grunnverkefnum, málrýni, textavinnslu, er rauninni líka nauðsynleg fyrir alls kyns samskiptabúnað að geta að hugbúnaðurinn geti tekið við í rauninni villum frá notendum en samt gert það sem hann á að gera. Fyrir utan aðstoð við að rita íslenska texta. Þannig að hugmyndin var að þetta væri svona traustur grunnur fyrir þróun á raunverulegum hugbúnaði sem að kæmist í notkun. Kannski bara bæta aðeins við í hannum. Endilega. Ég var sem varamaður í stýrihópi og það var upplegg sem kom frá Kolbeini, ég man ekki hvað svona var. Svo að menntamálaráðuneytið fékk Kolbein Árnason til til þess að vinna skýrslu máltækni og hans tillaga var að setja saman stýrihóp og skilgreina einhverja stærri skýrslu. Og í þessari skýrslu sem hann gerði þá talaði hann þessi 4 verkefni til dæmis. Þannig að það var svona uppbygg sem kom svolítið nýtt í stýrihópinn. En sem er náttúrulega mjög, kannski eins og Anna segir, svona frekar augljósa skýring á því hvers vegna þetta var þetta. Þetta er svo minnsta mögulega mengi sem maður getum komið fram með. Það er hægt að halda áfram með nokkrar stóra póstæðir en þú veist, ætlum að ná að gera eitthvað þá þetta að gera nokkrar hluti vel. Kannski ef að ég fara aðeins tilbaka kannski ef að sést, það er svona svipu. Hvernig gerir ég það? Já, ég veit ekki hvort það er ekki alveg hægt að lesa þetta en það er hérna lengst til vinstri þessi stóri rammi sem heitir innviðatól og innan það sem er samræðugreining, spurningasvörun, upplýsingaútdráttur, fleiri grunnverkefni í rauninni. Og innan þessa ramma eru þessi forgangsverkefni skilgreint og 5. súlan er svo hérna þetta tvennt saman stóðtólun og gögn. Kannski bæta hans við líka að hérna í þessum nefndum sem ég nefndi áðan sem voru skipaðar og ekki kom neitt út úr svona að svo stundum minnst kosti. Nefndi sem starfaði 2014 og Hrafn var nú formaður í. Mig minnir að hún þetta hafi verið svona nokkurn veginn þau verkefni sem hún lagði líka til. Já, unnum einmitt með þá. Ég held að það hafi verið svona þessi búið að vera að malla bara í mörg ári í raun að það er þetta sem að þarf að gera. Já, Röðaldur? Það var framhald af þessum 2,2 milljörðum. Nú var gaman til að vita hvernig skiptingin var milli þessum málfanga og máltækni lausnanna. Og hvert er það framlag hins opinbera eða hvert er öðrugt framlag og hvort það er að áætla mikið þessi 50%? Já, áætlaður kostnaður við þróun á innviðatólum er 1,4 milljarðar sem að verður þá full fjármagnað af ríkinu og restin er hugsuð í nýsköpunarverkefni sem er þá fjármagnað með mótframlagi frá Og hvað er ríkið að leggja mikið þetta móti þessu 50%? Það er talað 50%. Hvað sem kemur inn þá ætla við alltaf að leggja 50% móti? Já, eins og ég segi, þá er búið að leggja, hvað er það, 800 milljónir sem eru þá eftir í áætluninni sem slíkri og það færi helmingurinn frá fyrirtækjum og helmingurinn frá ríkinu, ef ég skil þetta rétt. Ef mann þetta rétt minna eftir. Já, svo þessi 2,2 milljarðar eru opinber framlag. Það eru áætlaður heildarkostnaður. Já, það eru 1,8 frá ríkinu og 400 þá reikna með sem mótframlag frá ríkinu.
Er gert ráð fyrir að þessi nýsköpunarverkefni séu fyrst og fremst máltæknilausnir? Er gert ráð fyrir að ríkið fjármagni innviðatólin og þessi grunnverkefni sem það Já. Þannig í raun til að útskýra kannski munin á að innviðatólin, þessi forgangsverkefni, þau eru skilgreind. Það verða gerð í rauninni köll það sem búið að skilgreina það sem á að gera og fólk koma að heimi og óska eftir að taka að sér ákveðin verkefni. Meðan þegar við tölum máltæknilausnir þá kemur hugmyndin út úr í rauninni frá fyrirtækjum eða getur náttúrulega líka verið stofnanir eða hvaðan sem það kemur en þá er það hugmynd, við erum hérna með hugmynd að máltæknilausn og viljum. Og það er rauninni sá liður sem að nýskast stofnfyrirtæki eiga fjármagn á móti? Já. Já, ég held að við verðum að stoppa hér. Eins og ég sagði áðan, þá verður tími fyrir spurningar í pallborðinu á eftir. En klukkan akkurat 2:30 skilst þessi veitingar hérna fyrir framann, þannig að ég legg til að við tökum okkur 20 mínúna hlé og komum hérna aftur 10 mínútur fyrir viðbrú. Velkomin aftur. Það eru þess að 2 erindi núna eftir hlé. Jón Guðnason, sem er hjá tækniverkfræðideild HR, dósent hér í skólan, hann ætlar að fræða okkur talgreiningu og svo ætlar Vilhjálmur Þorsteinsson frá Miðeind að tala vélrænaþýðingar og málgreiningu. Já, takk fyrir. Þetta er svona glærurnar svona byggðar á kynningu sem ég gaf hérna í vor þegar við sýndum vefgátt fyrir opin íslenskan talgreini og það er þetta að nálgast hann á tal.rv.is og hér er þetta að smetla á og byrja að lesa ef að vafrinn ykkar leyfir ykkur og þá sjáu þið það sem þið segir ritast upp og við getum svo sem skoða þetta kannski á eftir ef við viljið en hérna ég ætla að halda áfram með fyrirlesturinn. Þetta var sem sagt svona endapunkturinn á verkefni sem við fengum sem var fyrsti máltæknisjóðsverkefni sem við fengum 2014-15 og svona sýnir hvar, já og svolítið svona lokapunktur á allavega þessari þróun hérna hjá okkur, allavega markar svolítið skil. En talgreining, hvað er talgreining? Það er verið að breyta tali eða kannski ekki söng í þessu tilviki en ég hef notað þessa mynd þess að þarna eru ykkur hljóðbylgjur og það er farin ykkur mikrofón og við þurfum að geta skilið þá eðlisfræði sem er þar bakvið. Hún fjallar samskipti, það er tal gerist í einhverju samhengi, það er eitthvað fólk að tala saman eða kannski einhver að tala við tölvuna sína eða hvað sem er, einhver að halda ræðu. Þannig að við þurfum að skilja svona kannski félagsfræðina á bakvið hvar talið að eiga sér stað. Nú auðvitað notum við tungumál til að tala og málfræði skiptir það miklu máli, þannig að málfræði og málfræðingar hafa komið þessari þróun mikið. En svo er þetta svona heilmikil merkjafræði, við greinum hljóðbylgjurnar með merkjafræði og reynum að varpa þessari greiningu yfir einhvers konar hljóðeindir og þar kemur hljóðfræði eða phonetics sterk inn og öll þessi undirfög eða svona þessi grunnfög, við hæfum kannski að nefna þetta hérna hjá Vísindafélaginu. Þetta er tengt mjög sterkt saman með góðri stærðfræði og líkindafræði og þegar við erum búin að lýsa þessu öllu á svona magnbundinn hátt að þá er hægt að skrifa algrími og koma þessum fyrirbærum fyrir í einhvers konar gagnaskipan og þá er hægt að beita vélrænu námi
tala kannski djúpu námi eins og nú gert með ofgnótt af gögnum og svo framvegis. Þannig að þetta svona grunnurinn bak við talgreiningu, og þegar ég bjó til þessa glæru þá var það nú ætlunin mín að taka svolítið til. Þetta henti þessu svona upp svolítið og þetta svona kannski ljótasta glæran sem ég búið til, og ég hugsaði með mér, nei, ég ætla bara að láta þetta vera svona því að svo talgreining í gegnum tíðina, þetta endurspeglar svolítið bara hvernig kúltúrin í talgreiningu. Þetta kemur úr alls konar áttum, þetta alls konar sérfræðingar sem að þurfa að hafa samskipti og vinna á þverfaglegan hátt til þess að leysa þetta stóra verkefni sem að talgreining hefur verið í gegnum tíðina, og þetta hefur verið einmitt svona stórt markmið innan máltækninnar í 20 ár. Þannig að má segja að svona fyrstu svona alvöru, auðvitað á þetta sér miklu lengri sögn, svona fyrstu alvöru hugmyndirnar kannski kemur með tölvutækninni upp úr 60-70 eitthvað svoleiðis, og það alltaf svona eitthvað svona loforð að þetta sé alveg að koma, og það var ekki fyrir kannski fyrir svona 5-7 ára síðan að svona alvöru svona loka breakthrough gerðist, að nákvæmnin og gæðin á talgreinum sem voru að verða til voru orðnir nógu góðir að þeir voru hægt bara að nota talgreina allavega fyrir stóru tungumálin, ensku, kínversku og frönsku og svo annars. Og þetta gerist auðvitað með þessari snjallsímavæðingu og svo framvegis. Það mikil pressa frá iðnaðinum að hafa náð þessu fram, en auðvitað liggur bakvið áratuga þróun, sérstaklega innan háskólasamfélagsins og almennar þróun. Þannig að þetta svona lýsir þessu. Talgreining í svona, má segja, svona 3 skref. Það reyndar, má segja, áður en ég kannski fer inn í þessa lýsingu á talgreiningu, þá er verið að skoða núna aðferðir við að gera þetta allt í einu, kallað end-to-end tækni, þar sem að tauganetti lærir þetta bara á þess að skilja neitt sem bakvið, og fyrirtæki svo Baidu hafa verið að ýta þessari tækni áfram og halda þessu á lofti að þetta sé orðin betri tækni en svo sem núna. En ég þeirra skoðunar að þetta ennþá svolítið í land, þessi end-to-end tækni, mögulega mun og ná þessari state of the art tækni sem ég að fara að lýsa, en ég er ekki ennþá búinn að gera mér upp skoðun hvað þetta endar. Vegna þess að það mjög mikið gildi í að hafa þessa þekkingu sem ég var að lýsa, og hún svona einhvern veginn bökuð inn í þennan prósess sem ég lýsi. Þannig að þetta það þarf að taka einhverja upptöku og vinna þessa upptöku. Hún yfirleitt unnin þannig að það kemur út einhver svona hljóðruna eða tillögur af hljóðrunum, því þetta gert með líkindafræði, og þessar tillögur síðan bornar saman við einhvers konar framburðarlykil, framburðarorðabók. Þannig að við erum búin að búa til einhvern list af orðum og hljóðritum orðum og getum þá gert tillögur af orðarunum. Og þessar orðarunur eða þessar tillögur af orðarunum síðan skoðaðar af málvinnslunni, mállíkaninu, sem að skýla síðan af sér lokasetningu sem einhvers konar líklegasta setningin sem við teljum að hafa verið sögð. Þetta held ég að Chomsky hafi einhvern tíma sagt að það að tala líklegustu setningarnar hafi enga þýðingu, en þarna erum við allavega, ég veit ekki alveg hvar við förum á mis við Chomsky, en allavega hérna er þessi vinnsla komin, og þetta vélræna nám sem í raun og veru í öllum þessum stigum þarf á gögnum að halda til þess að búa til gott hljóðlíkan, að þá þarf samhliða hljóðupptöku og texta, og þetta kannski, má segja, hefur allavega verið dýrasti parturinn í að búa til talgreiningu. Það segja bara að taka upp gögn þar sem við vitum hvað sagt var, eða rita upp hljóðupptökur.
það ekkert ódýrt heldur að búa til framburðarorðabók, en maður gerir það bara svona einu sinni fyrir hvert tungumál og þetta hafa hljóðfræðingar og málfræðingar legið yfir í mörg ár, þannig að við nýtum okkur þá vinnu sem hefur verið gerð þar allavega fyrir íslensku og þegar maður fer inn í nýtt tungumál þá leita maður til málfræðinga fyrir það tungumál og skoða hvort að þetta hafi verið gert. Því að þetta nýtist á margan hátt. Og svo eru málheildir ýmiss konar sem eru notað í málvinnsluna og þær í raun og veru á málheildunum lærum við í raun og veru málfræðina, líkindin á því í hvaða röð orð koma. Þannig að þetta svona heildarmyndin á talgreiningu. Svona ef við tökum eitt og ef við förum aðeins nánar út í hvert og eitt þess að skrefa hljóðvinnslan, hún tekur svona talupptökuna. Það eru, ég ætla að vera með betri glærur þetta en verða að tala svona frekar bara þetta í staðinn, kvefin áður mér í vikunni. En sem sagt, já, við erum með þess að talupptöku, þetta merki og við þurfum einhvern veginn að búta þetta merki niður og setja þetta fram á einhvern svona almennilegan hátt. Öll þessi vinnsla sem í gangi miðar að því að henda út óþarfa upplýsingum, þannig að í merkinu eru ýmsar upplýsingar sem að koma í raun og veru talinu ekkert sérstaklega við. Það eru það eru upplýsingar hver þú ert og hljóð sem að koma inn í upptökuna á þess að það hafi með málið að gera, þannig að merkjavinnslan hefur svolítið mikið markmið hennar svolítið að henda burtu óþarfa upplýsingum. Og þetta helstu vopnin okkar eru auðvitað tíðnigreining og svo alls konar vinsturgreiningaraðferðir sem við notum til þess að afmarka upplýsingar í merkinu. Þessi upphafsframsetning mjög mikilvæg en hefur verið stöðluð í langan tíma. Nýjung og eiginlega það sem að gerði talgreinana mjög góða, mjög strax í kjölfar innleiðingu djúptauganefndanna upp á 2009-10 er þessi útreikningur á hljóðeiningunum að við fórum úr því að nota svokölluð margvíð gaussísk blöndumódel og Hulin-Markov-módel í að nota tauganet, þetta notuðu stundum Hulin-Markov-módel líka og tauganetin eru að reikna út þessar líkur og það er til margs konar útgáfur og það er svona að verða til svona 2 eða 3 útgáfur sem að fólk að sættast kannski ennþá rífist svolítið bragðtegund. En þessi tauganet og í gegnum tíðina hefur verið þjálfað hvort sem að þetta er tauganet eða gaussísk blöndumódel, þau hafa verið þjálfuð á miklu magni af hljóðupptökum og ég man að þegar ég var í doktorsnámi fyrir svona 15 ára síðan að þá voru 10 klukkustundir alveg svakalega mikið af gögnum. Nú byrjar enginn með minna en 100 klukkustundir og 1000 klukkustundir eru kannski algengara og við höfum unnið í alþingisverkefninu til dæmis með 15 klukkustundir og höfum undir höndum 6000 klukkustundir, þannig að þetta er orðið gríðar mikið magn af gögnum, allt til þess að bæta nákvæmnina í þessari hljóðvinnslu. Þetta er í raun og veru heyrnin í talgreiningunni og það er svo mikilvægt ef maður er að reyna að greina tala að heyra rétt. Þó það sé ekki endilega komist upp með að kannski heyri ekki alveg fullkomlega koma því eftir. Í þessum prósess er síðan möguleiki á að aðlaga talgreininguna að viðkomandi rödd og er það gert svolítið sjálfvirkt bara og hljóðumhverfi. Þannig að það er möguleiki, ef maður hefur sérstaklega, ef maður hefur mikið gögnum þá er hægt að nota sjálfvirkar aðferðir við að zooma inn á ákveðna rödd.
Framburðarorðabókin sem sagt markmiðið að finna stafsetningu út frá hljóðrituninni og það sem sagt mikil handavinna alla jöfnu í byrjun eins og ég sagði fyrir nýtt tungumál en núna sem sagt núna sem sagt mikilvægt að geta ritað upp mjög mikinn fjölda af orðum og það núna gert og það gerum við núna með því að nota sjálfvirkar aðferðir. Það er að segja við erum með stórt magn á handritum orðum en ef það eru síðan ný orð sem koma inn þá erum við búin að læra reglur til þess að sjálfrita ný orð. Eftir því sem maður er upp með fleiri handritu orð þá þeim nákvæmari verður sjálfvirka ritunin á nýjum orðum. Þannig að þetta vélræna nám sem þarna mjög mikilvægt, sérstaklega þegar við erum með tungumál eins og íslensku þar sem að ný orð koma fyrir mjög oft, sérstaklega þegar við erum með samsett orð og fleira viðskipti og annað. Þannig að málvinnslan er oft byggð á með stóru safni ritmáls. Það er ennþá svona state of the art bara tölfræðilegar enstæður, allavega fyrir ensku og það er ennþá rannsóknar vinna að komast að því hvað er besta leiðin að búa til gott mállíkan fyrir íslensku en við notum ennþá enstæður. Við höfum eitthvað verið að skoða líka afturvirkt tauganett sem að hafa sína kosti og galla sem ég rek ekki hérna en það er líka fyrir ensku er þetta þessi kostur og galla líka fyrir hendi þar. Og hér er sem sagt hægt að gera talgreinin sérhæfðan að viðfangsefni. Þannig að ef við vitum að umræðuefnið er til að mynda á Alþingi, ef við vitum að það er fundur hjá samgöngunefnd eða eitthvað, þá getum við tekið búið til mállíkan sem hefur sérstaklega að gera með samgöngur og þá erum við ekki mikið að tala heilbrigðismál svo framvegis. Þannig að hér er mikil tækifæri á að bæta gæði talgreiningar. Þannig að þetta er svona heildaryfirsýnin yfir þetta state of the art í raun og veru talgreiningu svona fer fram svona mjög yfirborðskenndan hátt. Það þetta hellingur þarna inni, mikið af stærðfræði og líkindafræði og tölvunarfræði sem liggur þarna undir, sérstaklega og öll þessi fög sem ég nefndi í byrjun. Að lokum vildi ég kannski svona fara fljótt yfir þau verkefni sem við höfum gert í Háskólanum í Reykjavík síðan að ég byrjaði hérna. Og ég held að það voru einhver vísar af talgreinum sem voru í þessu máltækniverkefni upp úr 2000 og við fengum þá einhvern veginn aldrei í gagnið eða hann, stakkorða greinirinn en við byrjuðum bara aftur sumarið 2010 og þetta var sem sagt nýsköpunarsjóður námsmanna sem að fengum hana 2 nemendur svo einn í viðbót frá fyrirtæki og við unnum talgreini fyrir veður og unnum það í hugbúnaðinum HTK heitin Markov Model Toolkit frá Cambridge háskóla og sem var þá svona ennþá aðalhugbúnaður sem var notaður og þeir náðu að búa til vísi af talgreini. Það var hægt að spyrja hvernig veðrið var og þá var farið á vefinn og birt veðurupplýsingar, þannig að þetta var svona ágætis byrjun. Svo voru mögur ár í styrkjaumhverfinu á Íslandi, þannig að það var lítið gert nema hvað að það var 2011 þá kom Google, hafði samband við okkur og við hvart okkur til þess að safna þessum raddsýnum, eins og kannski frægt á orðið, lét okkur hafa tækni til þess að gera þetta og við söfnuðum þessum sýnum sem að varða gagnasafninu Málrúmur og er aðgengilegur og þetta er svona grunnurinn að þessari vefgátt sem að ég sýndi ykkur í byrjun. Og svo kannski það sem að mikilvægara var að Google síðan bjó til íslenskan talgreini og setti í sín kerfi þarna
strax árið 2012. Þannig að við komum mjög snemma þar inn og þetta gerðist í auðvitað góðu samstarfi við fólk innan Google, bæði Íslendingar og útlendingar sem voru þar að vinna gott verk fyrir hönd tungumálsins. Við vorum líka á þessum tíma, nefndi þarna þriðja nemandann, byrjuðum þar á þessu sumarverkefni, fengum síðan styrk frá í samstarfi við Term Systems sem er flugumferðarstjórn og við byggum til talgreining fyrir þá notkun. Þetta er ekki íslenska en þetta var samt svona starf sem átti sér stað hérna inni. Þetta var mjög þröng málfræði, þannig að við byggum bara til málfræðina handvirkt. Þannig að það þarf bara að skilja flight FI 401, increase your height, altitude to, ég þekki ekki einu sinni en það var bara svona nokkar skipanir sem þurfti að læra á. En þetta er sem sagt í notkun núna hjá Term Systems, þannig að við erum mjög stolt af þessu verkefni og kom mjög snemma inn. Og svo fór á stað, fengum við samstarf við myndgreiningardeild Landspítalans og stofnuðum síðan fljótlega upp úr því sprotafyrirtæki, Læknaróm, og við erum eiginlega búin að leysa talgreiningarhlutann af þessu verkefni en innleiðingin er erfið innan spítalans, þannig að við stöndum svolítið þar það er staðan með það, en við erum vonast til þess að röntgenlæknar innan Landspítalans geti fengið að tala íslensku við gerð skýrslana sinna og þeir fái þá uppritun strax án þess að það fari til ritar endilega strax, fyrst. Svo kom máltæknisjóður og það var svona rýmkast til, það að koma meiri styrkir í þessi mál og við fórum að stað með opið umhverfi til að þróa íslenskuna, talgreiningu í íslensku og þar söfnuðum við í raun og veru öllum málföngum saman sem þarf til þess að búa til talgreiningu fyrir íslensku, ekki bara gögnum heldur sem það eru byggður á málföng og byggður á málrómi en einnig líka textasafni og ýmsum öðrum málföngum en líka hugbúnaði, þannig að nú getum við keyrt, nú getur hver sem farið á GitHub og tekið þetta umhverfi niður til sín og byrja að þróa talgreiningu fyrir íslensku frá byrjun og þetta er byggt á kaldi hugbúnaðinni og er grunnurinn að reykáttum. Og síðast, kannski en ekki síst, þá er talgreining fyrir Alþingi sem hófst fyrir 2 árum síðan. Það var einhver forkunnur þar á undan en þar erum við að ná mjög góðum árangri, 92%. Nákvæmni þykir mjög gott og þar erum við að reyna að skipta út ferlið hjá Alþingi er tvískiptað. Það fer fyrst í svona frumritun og síðan fer það í svona editeringu hjá ræðulesurunum sem að gera ræðuna birtingahæfa. En við erum að taka þetta fyrsta skref fyrir Alþingi. Og við erum að byrja að keyra þetta verkefni núna, við erum byrjað að keyra talgreinin og ég er ekki alveg viss hvar við stöndum eða hversu margar ræður þau eru að taka beint frá okkur, en þetta er allavega að keyrast núna samhliða því kerfi sem við erum með núna í fyrsta skipti núna þetta þing og vonandi komust við betri gagnið í framhaldinu. Og það eru fleiri verkefni sem við erum með hérna sem við nefnið að við erum í samstarfi við RÚV að raddstýra efnisveitunni, tiltölulega einföld raddstýringar verkefni. Við erum ennþá í samstarfi í Savia og Icelandair þá er það meira svona merkjagreining á röddinni frekar en talgreining. Einnig erum við að hugsa þessi raddgæði, það er meira svona klínískt mál sem við erum í samstarfi við Massachusetts General Hospital og við erum ennþá í samstarfi við Google að safna gögnum fyrir tungumál og rýr málföng. Fórum til dæmis til Indónesíu og söfnuðum javönsku gagnasafni
fyrir Google og í samstarfi við það. Og svo erum við byrjuð á talgerðarverkefni sem að verður mjög svipað og opna verkefni fyrir talgreiningu. Þannig að hver sem getur þá búið til talgerðarlega fyrir íslensku. Þannig að þetta er mikið framundan samt. Mörg skref sem þarf til að koma allar þessi talgreiningu, allar þessi þróun í gagnið, en það er líka ýmsar rannsóknarspurningar sem þarf að sinna og halda utanum og við munum við erum svona orðið nokkuð tilbúin í það starf sem framundan í máltækni áætluninni. Takk fyrir. Já, við þökkum Jóni fyrir að gefa okkur innsýn í talgreiningu og fræðilega hlutan og svo þessi verkefni sem þú verður að vera að vinna að undanfarin ár. Og spurninga á þetta? Takk hérlega, mjög áhugavert. Ég bara velti fyrir mér, ég hef svolítið áhuga á þverfaglegu samstarfi, hvernig rosalega spennandi að tækja þér í því, en er ekki svolítið erfitt að fá stærðfræðinga og málfræðinga til að tala saman tungumálið og vinna saman, eða er ekki einhver sérstakar áskoranir felldar í því, eða? Sko það er alltaf erfitt að fá gott fólk, ekki það, ég hef verið heppinn að fá nokkra góða en út af verkefnum framöndan þá þarf ég ennþá fleiri. Það er ótrúlegt hvað einhvern veginn stærðfræðin og málfræðin einhvern veginn hittast. Ég hef uppgötvað að það er sameiginlegur kúrs sem að þeir vita allavega sem er formlega mál í tölvunarfræði og ég man ekki hvað það heitir en þetta er svona mjög svipað hluti og þetta er eiginlega sko sá partur af tæknina sem ég er minnst í, ég er merkjafræðinni þannig að ég er líka svolítið þannig að þetta er svolítið margvítt sko þannig að ég er líka farin að tegja mig svolítið þarna í sko en já, þetta er bara viðfangsefni að manna þetta og gera þetta vel. Þannig að nú er þetta hlusta á frétt.rúv.is sem vantar að lesa þá talgerð. Já. Hver stjórnar því, hver á það? Það það er þess að talgerðvillin sem að Blindrafélagið búið til. Já. Hvort þessi kallaði Dóra, ég man ekki, er það kall hans eða? Dóra, já. Og sem sagt, Blindrafélagið rekur þann sem sagt talgreini talgervill en hann er líka til innan Amazon. Þannig að Amazon notar hennar talgervill líka. Það er þetta HÍ síðan sem við sko? Á heimasíðuna? Já, þannig að þeir sem eru með vefsíður geta keypt þetta af. Og þeir eru bara að kaupa þetta af Blindrafélaginu sem sér þá að reka hann? Já, sem að síðan borgar þetta ykkur hollensku fyrirtæki til að setja þetta upp. Já, ok. Eitthvað svona held ég. Já, þetta er eitthvað svona lestrartækni. Já, Kolbrún Halldórsdóttir, ég er einn af þessu þverfaglega aspekti af þessu saman. Ég á eftir að skilja það að málfræðingar og stærðfræðingar geti átt gott með að tala saman. En hvað er vinkilinn þessar skapandi greinar, þessar ristirnar, hönnmunin, ég bara hugsa með framburðarlykil, hverjir er að vinna, er leitað til fagfólks í íslenskum framburði, annarra heldur málfræðinga, er leitað til skapandi svona eins og hönnuð af því ég veit að framsetningin á þessu er flókin, bara að fá almenning til að átta sig á hvað þetta snýst. Já, þú veist, þetta er á frumstigi alveg núna og við þurfum bara einhvern veginn að safna gögnum í allt einhvern veginn. Ég get ímyndað mér að þessi ýmsir vinklar fyrir skapandi greinar í þessu og svona fyrir öllu og botnið hvort að þá erum að gera þetta til þess að geta verið meira skapandi. Þannig að það er tilgangurinn er að gera lífið betra. Þannig að skapandi greinar er einhvern veginn þangað sem við erum að fara. Það verður til dæmis mjög gaman að sjá listamenn búa til nýja raddir. Ef sú tækni verður fyrir hendi. Til þess þarf auðvitað mismunandi gögn, mismunandi tól, en sem sagt, já, það hefur ekki bara svona fagurfræðilegar
ástæður líka praktískar. Þú veist, það alls konar fólk sem kannski að missa röddina, út af einhverjum ástæðum, þá þarf að búa til rödd fyrir þau. Það getur verið að það sé meira bara svona auglýsingatengt eða markastengt. Það getur verið að, ég veit ekki, Vísir.is vilji bara hafa Vísir.is röddina og vilja eiga hann og búa þá hana til einhvern veginn á sérstökum hátt. Men það er ýmislegt og það er einmitt með þess að þú skýrslugjörina að maður þorir einhvern veginn ekki reyna einu sinni að ímynda sér allt sem hægt er að gera með þessu heldur að búa til einhvern veginn umhverfi þar sem allir geta komið og sótt í hlutina. Það er einhvern veginn ekki okkar hlutverk að reyna að ákveða hvað og síðan að gera við allt saman. En að gera þetta umhverfi nógu gott til þess að allt sé að gera. Ég ætla bara að nefna þegar Jón talaði þarna framburðarorðabók sem mikilvægan hlut að það er einmitt mjög gott dæmi það hvernig þessi gömlu taltækniverkefni þarna upp úr 2000 skila sér eða ákveðin hluti á þeirra því að framburðarorðabókin sem við höfum, hún upprunnin í því það voru 3 stúdentar sem sátu heilt sumar 2003 við að hljóðrita og það er semst grunnurinn að þessari framburðarorðabók sem var síðan nýtt bæði í talgervilsverkefni Blindrafélagsins og svo nýtist núna í talgreiningarverk. Já, hérna verðum að stoppa hér og þakka Jóni aftur fyrir. Þá er það síðasta erindi, það er Vilhjálmur Þorsteinsson. Örstutt bara. Já. Hvað er ert þú með þetta að gifta það? Ert þú með þetta að góða? Með annar með það svona. Þetta er hópurinn sem kallum Elvi Language Voice Lab með Flippo síðu og gifta. Og það er raun alltaf sem við erum að gera. Gifta Katja, þig, Elvi. Hvað er þetta að gáða þessu? Með sé. Við þurfum líka að tala þetta eftir í pallborðinu. En svo síðastur er Vilhjálmur Þorsteinsson frá Miðeind. Miðeind er eitt af kannski þessum fáu máltæknifyrirtækjum íslensku sem eru til, vonandi verður þeim og fleiri. Og hann ætlar að tala vélrænar þýðingar og málgreining og ég skilst að þetta sé aðalega svona demonstrasjón eða ekki og kerfi. Það er ekki ágætt fyrir upptökuna að ég setji þetta bara á mig. Já, komið sæl, ég heiti sem sagt Vilhjálmur Þorsteinsson og ég er forsvarsmaður í litlu sprotafyrirtæki sem heitir Miðeind sem hefur aðalega verið að einbeita sér að máltækni. Við erum bara 4 í þessu fyrirtæki en það er nú reyndar ágætis hópur. Ég ætla nú reyndar bara að nefna yfir nafni, það er lúxus að vera svona litlu fyrirtæki en maður getur bara sagt alla sem vinna hjá því. Það er Hulda Óladóttir sem er bæði máltæknifræðingur og tölvunarfræðingur og málfræðingur, Haukur Barri Símonarsson og svo nýjasti starfsmaðurinn Sveinbjörn Þórðarsson sem var nú bara byrjar á 1. nóvember. Það sem við erum að gera og höfum verið að fikta við eiginlega síðan 2015 er aðalega að vinna með texta. Við erum ekki að vinna með tal, heldur með texta. Og við erum að reyna að vinna í því að láta tölvu skilja íslenska texta innan gæsalappa. Og það er til dæmis í þeim tilgangi að gera okkur einhverju tímapunkti kleift að tala við tölvu í gegnum íslenskan texta sem náttúrulegustum hætti. Til dæmis ef við viljum gefa þeim einhvers konar skipanir eða við viljum spyrja þær. Sem sagt að nota svona samskiptaform sem að hentar okkur mönnunum betur heldur en tölvunum. Nú svo í öðru lagi þá höfum við áhuga á því að geta látið tölvurnar lesa texta sem að fólk hefur skrifað, lesa fréttir og greinar, Wikipediu og það er sem sagt fólgnar miklar upplýsingar í frjálsum texta sem er á vefnum og í gagnagrunnum víða og við viljum geta eimað upplýsingar upp úr honum. Og svo í þriðja lagi má nefna að við viljum líka geta látið tölvuna hjálpa okkur að skrifa íslensku eins og var minnst á hérna áður. Það er að hjálpa okkur að stafsetja og skrifa málfræðilega rétta íslensku og svo framvegis. Svona ef við erum ekki reiðaregs fólk eins og Eiríkur. Þannig að þetta er svona meðal þess sem við höfum áhuga á að geta gert og svo viljum við líka bara svona sjá hvert tækni leiðir okkur. Og það sem ég ætlaði eiginlega að gera hér er að ég ætlaði eins og segja ekki að nota glærur, ég ætlaði bara að reyna að sýna ykkur svolítið hvað við erum að gera og tala um það í leiðinni.
Hér sem sagt okkar megin vara, ef svo skildi kalla, það vefsetur sem heitir greinir.is, greinir með uppslóni. Þar erum við með apparat sem sagt að alltaf á hálftíma fresti, alla sólarhringinn það að lesa gögn af vefjum, íslenskum fréttavefjum. Það að tóka og þátta alla hennar texta, reyna að finna setningatré og geymir þetta allt í gagnagrunni, þannig að það sé hægt að vinna áfram með það. Ef við förum hérna í umgreini þá eru þar svona einhverjar lykilupplýsingar þetta prósjekt. Og eitt af því sem ég myndi vilja benda ykkur á að þetta allt saman opinn hugbúnaður. Þetta allt á GitHub, þetta undir GPL versjón 3 leyfi, þannig að það getur hver sem er farið og skoða kóðan fyrir þetta og meira segja fullkomlega leyfilegt að taka hann og vinna eitthvað áfram með hann, og við þykjum líka aftur tilbaka til okkar endurbætur og viðbætur og leiðréttingar ef áhugasamir forritarar eða máltæknifólk með það. Sem sagt, ég held ég verði bara að sittast hérna niður til þess að ég ætla að sýna ykkur fyrsta lagi hvað kerfi gerir, og við skulum bara byrja hérna á einhver einföldu. Litla gula hænan fann fræ. Þá fæ ég hérna málgreiningu á þessu, litla gula hænan fann fræ. Fyrsta orðið, ég fer með músina yfir það. Hún segir mér að þetta lýsingarorðið lítill, eintala, kvenkinn, nefnifall, veik beyging. Gulur, lýsingarorð, sama hætti. Nafnorðið hæna, kvenkinn, nefnifall með greini. Sögnin að finna, þátíð, þriðja persóna, eintala, germynd, framsöguháttur. Og svo fræ, eintala, hvoruginn, þolfall. Það sem hún búin að gera þarna að hún búin að greina þetta, finna líklegasta setningatréð á bakvið þetta, og það ekkert alveg beint af augum vegna þess að íslenskan eins og allan tungumál þetta mjög tvíræð eða margræð, og eins og við þekkjum mjög mörg orð hafa margar merkingar, bara einfalt orð eins og á, meira að segja orð eins og eða, það getur verið hérna bókstafurinn eð í eignarfalli. Orð eins og ekki getur líka verið grátur, þannig að hérna, eins og við þekkjum. En ef ég smelli svo á setningunni hérna, þá fæ ég setningatréð sem að greinir telur vera réttast fyrir þessa stuttu og einföldu setningu. Og þannig kemur fram, þetta málsgrein, það setning og svo punktur. Það undir því beygingarliður, þar undir kemur frumlag og frumlagið litla gula hænan, þessi 2 lýsingarorð og 1 nafnorð. Síðan kemur sögnin sem að þá fann fræ og fræið andlag sagnarinnar að finna. Þetta nú ósköp einfalt tré og lítið og löðurmannlegt, og það reyndar ekki nema 2 mögulega setningatré sem hún telur sig geta búið til úr þessu. Það stendur þarna fjöldi mögulegra trjáa 2 og svo valdi hún betra tréð og sýndi okkur. En þetta sem sagt afskaplega einföld setning, en við skulum þá, og kannski ekki mikið mál að lesa þetta vandamál, en þetta fer heldur að þyngjast þegar við erum farin að tala fréttir sem eru raunverulega skrifaðar á vefinn í dag í íslensku nútímamáli. Hérna til dæmis frétt frá því kl. 14:28 að George Lucas styðji útgáfu á kvikmynd Bjarkar sem hefur verið sótt frá RÚV vefnum, og það með sama hætti eins og ég var að sýna ykkur áðan að þetta allt, það búið að trjágreina þennan texta, og hér eru orðin sögnin eiga, eða þar sem fyrir ekki nafnorðið eiga, nafnorðið höfundur, stjörnustríð og svo framvegis, endurútgáfa. Þessum orðum öllum saman flett upp í beygingarlýsingu íslensks nútímamáls. Við erum að nota hana sem gagnagrunninn undir þetta. Og þetta sem við erum að gera hér væri alls ekki mögulegt nema af því að beygingarlýsing íslensks nútímamáls til. En það meira hérna á bakvið. Hún ekki bara búin að trjágreina þessa setningu, heldur líka ef ég fer hér inn í, ef ég fer með músina hérna yfir George Lucas, þá sýnir hún mér að þetta fyrirbæri höfundur stjörnustríðs. Og
það gerir hún vegna þess að þarna stendur sjóður í eigu George Lucas, höfundar Stjörnustríðs og svo fræðis. Þegar að greinir fór út og þáttaði þessa grein og komið með setningatrén, þá notaði hann setningatrén til þess að fiska út skilgreiningar á svona sérnöfnum og til að finna titla á fólki, og þetta er líka geymt í Garðagrunninum. Þannig að hann er búinn að vera að safna nöfnum á fólki, skilgreiningum á skammstöfunum, nöfnum á stofnunum og svo framvegis. Og hann til dæmis veit það að Björk Guðmundsdóttir er söngkona. Hann hefur fundið það einhvers staðar. Já, það stendur hérna söngkonan Björk Guðmundsdóttir. Það er nóg fyrir greinin til þess að fatta starfsheiti. Og ýmislegt fleira gerir hann hérna, hann þekkir ártöl og svo framvegis, hann þekkir uppæðir og ýmislegt annað. Síðan er fleira sem hann gerir, hér er sem sagt það sem hann þekkti úr þessu. Björk Guðmundsdóttir til að vera söngkonu, Family er lag, ég veit nú ekki alveg hvað hann hefur það. George Lucas, Guðrún Gísladóttir, skrifstofustjóri í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. En það var Guðrún Gísladóttir leikona sem Já, og það er einmitt vandi að það eru þetta margir sem heita það sama, og Jón Sigurðsson til dæmis, það er margar skilgreiningar á honum. NME er tónlistartímarit og svo framvegis. Síðan er hérna fyrir neðan að þar, og þetta er einmitt skemmtilega takmörkun í þessu allir saman, hvernig veistu hver er hvað. Og eitt af því sem hann gerir líka er að hann safnar saman orðstofnunum sem koma fyrir í þessari grein, fellir burtu svona algeng orð og notar það sem eftir stendur í svona orðapoka til þess að finna aðrar greinar sem eru svipaðar. Er að nota svona svipuð orð og sýnir okkur þá þarna fréttir sem eru svona einhvern veginn svipaði þessari. Þannig að við sjáum þá þarna 10 uppástungur að öðrum greinum sem eru með svipuð innihaldi. Og sömuleiðis að þá merkir hann hérna efst uppi, þetta er með límiða hérna sem stendur á menning og listir. Þetta er sjálfvirkt og er aftur unnið út frá orðapoka. Hann sem sagt mátar innihaldið, eða svona að segja, við mismunandi merkimiða. Og þannig er hægt að sjá fréttir eftir því hvað þær eru svona gróft séð. Þannig að í listanum hérna yfir nýjustu fréttir að þá eru efnisflokkar, og ef við viljum til dæmis sjá hérna fréttir innflytjendur, að þá er hér fréttalisti sem að er sem sagt merktur að hann fjalli innflytjendur. Og þá eru það flóttamenn, hælisleitendur. Reyndar nú athyglisvert að hann tekur öryrkja sem eru að sækja húsnæði hjá Brynju og flokkar þá með flóttamennum og hælisleitendum, en það er þá af því að það er eitthvað svona svipað orðfæri í gangi. Nú, það sem að liggur á bak við þetta er svokallaður regluþáttari. Við höfum svo skrifað samhengisfrjálsa málfræði, context-free grammar, fyrir íslensku. Og þetta er allt saman, þetta er bara gríðarlega, þetta er gríðarlega mikil handavinna sem að stendur þarna baki, en samt viðráðanleg. Þannig að það er sem sagt til hérna einfaldlega skilgreining á því hvernig íslensku texti geti hangið saman. Frumlög, umsagnir, andlög, hvernig setning er byggð upp í tré. Og síðan reynir þessi þáttari okkar að máta setninguna sem fyrir leggur inn í þessa málfræði og búa til bestu lausn á því. Og þetta getur orðið strembið og það var lengi vel einhvern veginn svona haldmanna að þetta væri ekkert almennt sérstaklega gerlegt að vinna svona. Við fyrir aftur hérna inn í George Lucas að þá er sem sagt ef við veljum bara einhverja hér handóskenda setningu í einhverju frétt og veljum tölfræðina, að þá er til dæmis hérna 1405 mismunandi tré fyrir hérna þessa setningu sem við sjáum hérna efst uppi, en þetta getur farið upp í milljónir og jafnvel milljarða. Þannig að
þarf að vinna, það þarf að forrita þetta mjög gætilega til þess að þetta bara einfaldlega sé hægt. En algrím á þessu svið hafa verið að skána og það er svona síðustu 8-10 árum hafa komið fram endurbætur í svona þessum þáttunarfræðum sem að gera þetta mögulegt. En þetta er sem sagt, þetta er regluþáttari, hann getur ekki þáttað allt. Það koma stundum fyrir málsgreinar sem hann ræður ekki við. Hérna til dæmis stendur framsókn ekki fundið íslensku leiðina, sjáum við hérna. Það er engin regla fyrir þetta, það vantar, það í raun og veru ef þetta ætti að vera fullkomin setning, þá ætti að standa framsókn hefur ekki fundið íslensku leiðina. Við erum ekki með reglur sem að styður svona þennan fyrirsagnastíl. Þannig að regluþáttarinn ræður ekki við allt, en hann ræður við alltaf, já, svona cirka 90% af öllum málsgreinum sem hann finnur á vefnum getur hann þáttað, í svona frétta efni. Það sem við höfum svo verið að tilraunast með undanfarið er að við höfum verið að skoða að nota tauganet í að þátta íslenska texta og ekki sem sagt að gera það eftir svona reglum og málfræði, heldur að þjálfa tauganet til að gera þetta. Og ástæðan fyrir því að við getum gert það er að við erum komið með svo stórt safn af texta. Kerfið er komið með í gagnagrunni sinn 340.000 greinar sem eru 7,8 milljónir málsgreina og þar hefur tekist að þátta 7 milljónir málsgreina. Þannig að við eigum gagnagrunn yfir 7 milljónir íslenskra málsgreinar sem við erum með setningatré fyrir. Við tökum þennan grunn og þjálfum tauganet á honum. Kennum tauganetti að þátta íslenskan texta og pointið með því tilgangur með því tvíþættur. Það er annars vegar að þetta getur verið hraðvirkara og hins vegar að tauganettið það er ekki svona stafrænt, það er svona hliðrænna, það er meira eins og heilinn. Og mér langaði að sýna ykkur dæmi um það. Hér á ég setningu sem að er nú ekki held ég leyfileg íslenska, ekki einu sinni samkvæmt. Það er svona sluddarinn glubbaði frumsið sem Bermundur strúktar hruttlega alla daga. En sko þó að ekkert að þessu, flest af þessu séu ekki orð sem við höfum séð áður, þá getum við alveg ímyndað okkur hvað þetta eigi að vera. Bara því við höfum svona tilfinningu fyrir tungumálinu og mynstrum þess. Ef ég reyni að greina þetta með sem sagt regluþáttaranum, að þá fer hann svolítið út og suður með það og ég get reynda að sýna ykkur bara tréð fyrir það. Hann getur reynda að þátta þetta en það sem kemur út úr er eiginlega tóm vitleysa. Hann fer að halda að sluddarinn glubbaði þessi eignarfallsliði fyrir framan frumsið og þetta sem sagt, þetta er ekki rétt. Hann gerir sitt besta og það eru svona undantekningarreglur sem eru að reyna að grípa alls konar undantekningartilfelli og þetta sem sagt, hann gerir sitt besta. En það tauganetti aftur á móti sem við höfum þjálfað á þessu mengi og þetta er notabenni, þetta er í fyrsta sinn sem að ég sýni þetta. Tauganettið það gerir þetta rétt. Það segir að sluddarinn sé frumlagið. Það er eintala karlkinn, nefnifall með greini, fattar þetta karlkinn. Og glubbaði, það er sagnorð í þátíð. Þriðja persóna eintala germynd framsöguháttur. En það fattar líka að þetta er sennilega þátíð. Og frumsið, nafnorð eintala hvorugkinn þolfall með greini. Þarna fattar það líka að það er líklegt að þetta sé í þolfalli. Og svo framvegis, hann fattar að þetta er tilvísunarsetning og hann meira segja hefur Bermund hérna sem karl, í karlinni. Og hruttlega er atviksorð réttilega. Þannig að mér finnst þetta dálítið interessant. Þetta og því aðdugið þetta tauganett, það er ekki þjálfað á það er ekki þjálfað á málfræði, það er ekki þjálfað á beygingarlýsingu íslensks nútímamáls eða orðabók eða neinu slíku, það bara lærir af reynslunni af þessu sem að því er sýnt og það verður þessu tilviki til dæmis betri en kennarinn.
þáttarinn sem bjó til þjálfunargögnin, hann getur ekki ráðið þessa setningu en tauganettið sem hann lærið af honum, það getur ráðið þessa setningu. Hvar erum við á tíma? 3 mínútur. Já. Ég ætla bara rétt að nefna það að við erum aðeins að gera tilraunir með að úr því við erum komin með þennan mikla gagnagrunn sem að meðal annars inniheldur upplýsingar fólk og titla þess. Sem sagt greinir er búin að vera að safna saman nöfnum og hérna sjáum við kynjahallan í íslenskum fjölmiðlum. Konur eru 31% þeirra sem eru nefndar með nafni í fréttagreinum og karlar eru 69%. Og greinir er þarna með mikinn fjölda af fólki ásamt titlum í sínum gagnagrunni. Og sem hann er búinn að safna upp úr fréttum. Og það er síðan hægt að spyrja hann, og nú erum við bara að nota Google talgreiningu, hver er forstjóri Landsvirkjunar? Þarna er sem sagt, við erum að nota Google talgreininguna, hún skilar okkur textanum, hver er forstjóri Landsvirkjunar. Við þáttum spurninguna, búum til setningatré út úr henni og notum hana til að drífa fyrirspurn í gagnagrunnin og hún finnur það þarna í allmörgum fréttagreinum að það er Hörður Arnarsson og svo er þetta Hörður Arnarsson með 2 S-um í einhverjum. En þannig að það er svona að fæðast þarna hugmynd að svona fyrirspurnakerfi sem gæti notað talmál. En þarna aftur, talgreining er ekki okkar, hún er frá Google. Nú, þá held ég að ég ætli bara að vinda mér í hérna það síðasta sem ég ætla að sýna ykkur og það er að þessi vinn okkar í tauganettum þar hefur verið að kljást aðeins við það hvernig ég að kóða íslensku til þess að setja hann inn í tauganettin og hluti af því er að við höfum þá líka freistast til þess að prófa vélþýðingar. Það eru til nokkur söfn af svona samhliða málheildum sem sagt yfir íslensku og ensku sem hægt að nota til að þjálfa tauganett og okkur finnst svolítið spennandi að prófa þetta og þetta er svona þekking sem þarf að vera til í landinu. Við þurfum líka að geta sér þjálfa tauganett hér til þýðinga og þá meðal annars fyrir ákveðin notkunarsvið. En hérna er ég sem sagt með lítið net sem að við höfum þjálfað á skjátextum, Open Subtitles og á lyfjagagnagrunni Evrópu sem er einn að fá svona málheildum sem til er fyrir íslensku og mörg önnur tungumál hlið við hlið og svo á Biblíunni. Og óneitanlega var þetta tauganett, þegar við vorum búin að þjálfa það á lyfjunum og Biblíunni, þá var það orðið pínlítið skrítið. En það jafnaði sig aðeins eftir að skjátextarnir komu inn, en það er dálítið svona, eins og þið getið ímyndað ykkur að þessari blöndu, það er svona, já, hún mútar svolítið á því. Og við erum spennt að fá núna Evrópureglugerðir inn sem að það textasafn er vist alveg að vera tilbúið. En þannig að hún er mjög góð í svona hlutum eins og ég segi upp með hendur og niður með brækur. Að þá segir hún á ensku hérna put your hands up and your pants down. Þetta er alveg mjög fínt. En ýmislegt annað er kannski ekki alveg eins flott hjá henni. Við getum nú samt byrjað á einhverju sem er úr lyfjunum. Takið 3 töflur með stóru glasa vatn að morgni og þá, af því að þetta er svona líkt þjálfunargögnunum úr lyfjagagnagrunninum, þá gerum hún þetta mjög vel. Take 3 tablets with a large glass of water in the morning. Þetta er aftur bara svo þið áttuðu ykkur á því þetta er svo tauganett sem bara þjálfað á samhliða málheildum. Því er ekkert kennt neitt tungumál að öðru leyti heldur en bara sýna því dæmin. En svo aftur ég er ráðlegg þegar að halda þig á mottunni, þannig erum við að nota svona eitthvað sem við auðvitað skiljum. En I advise you to stay on the rug en náttúrulega ekki sem sagt rétt þýðing, skiljið. Hún er auðvitað, sem sagt orð fyrir orð kannski var hægt að segja hún sé rétt en merkingin auðvitað kemst ekki til skila. Þannig að sjálfsögðu
eru mikla takmarkanir í svona tækni. En ef að menn eru á annar borð með þjálfunarmálheild sem lík því sem ætlað að nota, þá geta niðurstöðurnar orðið býsna góðar. Og eins og ég segi, við erum spennt fyrir því að bara fá meira af þjálfunargögnum til þess að fóðra svona tauganet á. Og annað sem við erum líka svolítið spennt fyrir að athuga, það að samþjálfa eitt net í því bæði að þýða íslensku yfir á ensku og íslensku yfir í setningatré. Og við teljum að net sem samþjálfað á stórum, miklum gögnum á þessum tveimur sviðum, að það geti lært íslenskuna betur en annars. Þannig að það svona rannsóknarspurning sem okkur langar að skoða betur. Ég held að þar með ljúki þá yfirferð minni yfir þetta verkefni. Ég bara bið ykkur að endilega kynna ykkur greini.is. Þið getið skoðað þetta sjálf og gögn og forrit líka ef þið hafa áhuga á því. Og erum bara, viljum endilega heyra í fólki. Líka með hugsanlegar hugmyndir sem væri möguleika sem hægt var að hafa í svona kerfi í framhaldinu. Takk fyrir mig. Við þakkum Viljánu fyrir. Það greinilegt að það mjög spennandi verkefni í gangi hérna á miðan. Við vissum að það eru einhverja spurningar núna, sérstaklega frá mínum nemendum, því að við erum búin að vera að tala þáttunatré á svona námskeiðinu. Hér er Já, ég ætla bara að spyrja, hafið ekki aðgang að þýddum bókmenntaverkum eða svoleiðis íslenskum? Er það eitthvað leyfismál eða svo að því að hún væntanlega mjög mikið til af svoleiðis texta sem er það nokkuð vel þýddur út maður ætlar? Já, ég hef mjög mikinn áhuga á að komast í slík gögn. Það þarf að búa til samhliða málheildir úr þeim, það er að taka bókatextana og láta málskrifanda standast á, og það eru til tól til þess. En ég vonast til þess að þýðendur og aðrir séu tilbúnir í samstarf á þessu sviði, þannig að þeir séu tilbúnir að láta gögnin sín inn í þetta og inn í svona máltækni vinnu. Við höfum líka talað aðeins við stofnun Vigdísar Finnbogadóttur sem á eitthvað af þau gefið út bókmenntaverk sem eru kannski hugsanlega ekki eins í höfundarétti. Þá með samhliða þýðingum jafnvel íslenska og annað tungumál á sömu opnunni. Allt svona væri þetta mjög gagnlegt, en þó gallinn við þetta er að ein skáldsaga er nefnilega ekkert ægilega margar setningar og við þurfum náttúrulega gögn sem að telja í 100.000 setninga helst. En engu að síður kemur þetta mjög að gagni vegna þess að þetta er líka aðeins öðruvísi tegund af texta heldur en við erum með fyrir. Nú er þetta opið greinir og ímyndað sér að þetta mun kannski notar sér þess að laga þetta sem áður að setja í notur. Hefur orðið var við það og eru þetta testurnar að greinast betur með tímanum? Nei, ég hef ekki orðið mikið var við að fólk sé að nota þetta. Og þetta í dag virkar þetta fyrst og fremst þannig að hann rauðmerkir það sem er rangt en hann getur ekkert sagt þér hvað er að. Það bara tókst ekki að þátta þessa málsgrein. Stundum er það bara vegna þess að hann vantar reglu fyrir það, en þetta er alveg leigulegu texti. En oft eru það mistök. Þannig að blaðamenn og aðrir sem eru að vinna texta þeir geta alveg notfært sér þetta í dag. Við erum hins vegar líka að vinna að endurbót á greini sem að gerir meira en þetta, þar að segja hann mun gefa þér ábendingu hvað sé að, til dæmis að þú notar rangt fall og svo framvegis. Það er sem sagt, við erum með verkefni í gangi á því sviði. Og þegar það er komið þá held ég við förum að kynna þetta meira sem svona hjálpartól. Ég færi með einmitt setning í greinuna. Hvernig er þetta milli setningar sem eru tvær setningar sem eru mögulegar í staðis að reglu og þá nekkur lögur Er eitthvað líkinn inn í þessu eða tekur við bara það sem er fyrst upp það? Þetta er í grundvallaratriðum stigagjafar algoritmi. Þetta er svona sería af þumalputtareglum. Hann gefur orðmyndum stig eftir algengi. Þannig að ef þáttunartré krefst þess að það standi að ekki sé nafnorð, þá myndi að gefa því mínus miðað við það að ekki sé atviksorð. Hann er líka með stigagjöf í málfræðireglunum sjálfum. Sjaldgæfari reglur fá mínustig, algengari málfræðireglur fá plússtig.
og svo mætti áfram telja þetta, en þetta runa af þumalputta reglum það sem gefur trjánum stig og svona hann vinnur þetta svo bottom up, byrjar neðst og svo fellir hann alltaf jafnóðu burt úr trénu sem sagt allt nema allt nema hæstu stigin og þá svona smá saman vinnst þetta upp í rótina. Þá stendur hann eftir með eitt besta tré. En hvernig urðu reglurnar í CFG-inu til? Þær eru bara handsmíðaðar en alltaf með tilliti til svona grundvallartexta sem við vorum að vinna með. Við völdum svona lítið textamengi til að byrja með af bara greinum af efnum og ýmislegt og við notuðum þær sem svona til þess að hala okkur upp á stígvélunum. Við notuðum það sem svona bootstrap. Já, en það byrjaði á þá einhverjum handskrifuðum reglum? Já, allra fyrstu reglur sem fóru þarna inn, þær voru nú reyndar úr glærum frá Eiríki Rögnvaldsyni. Ég held ég verði að stoppa þessar spurningar varðandi síðast erindi sérstaklega, af því ég ætla að kalla alla það sem er búin að halda erindi hingað upp. Þá getum við líka haldið áfram en líka gefið kost á öðrum spurningum. Þannig að þakka Vilhjálmi fyrir. Við höfum svo að stela 9 mínútur. Ef það einhverja spurningar sem þið hafið beðið með og einnig sérstaklega að þessum meðandur sem voru áðan eða þá að síðast erindum og þá einnig að þetta upp. Ég er bara svona velta því af því að við sáum það hjá Eiríki að þetta hefur oft verið svona endastöft og svo framvegis og nú komin einhver áætlun sem fór til 5 ár. Hvort það sé þegar farið að vinna í að lengja í henni og hvort þetta eigi ekki að verða einhver svona hornsteinn hérna frekar en þetta verði sífellt verkefni á hrakfólum. Það er alveg mjög góð athugasemd og það er uppleggið í þessari áætlun að þetta er ekki enn eitt átaksverkefnið. Já, þannig að það er alveg okkur öllum ljóst frá byrjun og við reynum að gera það líka ljóst út af við að þessu verður ekki lokið eftir 5 ár. Það var sleginu að samkvæmt við ræðum með þessu verður opin hugbúnaður það er mjög ánægilegt en þetta er oft misopin og ég var eitthvað gamla daga því að ég var að mann með treyning á einhverjum við 85 og 90 á byrjan styrk þar sem að málfræðingur sagt marga mánuð og gerði einhverja greiningu sem nýttist kúkurum en svo vinna kom aldrei neins þar fram, hún var bara inn í kerfuna sem mjög góð fyrir það sem hann var að gera en hún byrtist aldrei þannig að og eins með eiginlega íslensk nútímamáls og rosalega flott framtak það er opið og aðgengilegt en maður lofar að gera ekki ákveðna hluti eins og þess ég held að séum með ekki búið til starfsendingarleitingu það er svona spurning af hverju er þessi gögn bara öll opið sem eru styrst af hinu opera. Já, kannski svara það er reyndar það sem maður má ekki gera með beygingarlýsinguna ef maður rétt, það er að birta beygingardæmi sem sagt úr henni beint, það má alveg nota hana til þess að þjálfa allt mögulegt en ástæðan fyrir það er náttúrulega mismunandi ástæða fyrir því að það er ekki allt opið í sumum tilvikum er það bara höfundarréttar höfundalög Það gefur styrkur frá ríkjum til að gera eitthvað nýtt þá er ekki hægt að segja það sem skilur þig að það sem gera það Jú, það er auðvitað hægt að gera það núna en það var bara ekki hugsun fyrir því á þeim tíma en núna náttúrulega er breytt viðhorf til opins hugbúnaðar og opinna gagna þannig að þess vegna er lögð áherslu á það núna en það er ekki, það er mjög erfitt að gera slíkt afturvirkt. Það er þess tilviti núna menn hafa þetta í huga. Algjörlega, það er algjört, verður algjört skilyrði fyrir alla vinnuður. Einu takmörkun er verið að vinna með gögn sem textagögn eða hljóðgögn eða hvað sem að höfundaréttar eða persónuverndar ástæðum má ekki gera algjörlega opin en öll vinna sem fer fram innan þessa verkefnis, allir hugbúnaður og allt eitthvað sem í líkingu við beygingarlýsinguna yrði til innan þessa verkefnis væri það algjörlega opið og frjálst.
Ég ætla að bæta við þess að beiglýsinguna, hún náttúrulega, hún að vinna, við erum að vinna að opna hana núna. Fengum, var í mjög gamlum hugbúnaði og hann er hægt að opna hana hátt sem hann var að byggja nema að það var ekki til höfundar hlutin fær með alltaf. Þannig núna erum við að laga það, þannig vonandi bara stutt í það, þetta opnisalur. Það er nákvæmlega, hver höfundar hlutin? Það var sko aðtöðsöndirna við sjálfa beigingarnar. Já. Og það þurfti að greina það frá og þetta var svona bara, kannski á hugbúna var hann bara svo gaman og það vantar bara fjegi að laga hann sko. Þannig nú er þetta að vera að vinna þetta ár, þetta nú mótættir svo við fyrra. Það er bara stundist í að það bara mjög stundi að bara venjulega bein, en hann er eins og það er algengara. Verkefni, hann er bak við greinin og hann er bak við alls konar verkefni og hann er nýttur þannig. Það er algengara í fræðisamfélaginu að gögn séu bara lokuð, jafnvel þó þau séu styrktaríkin. Já, hann er algjörlega nýttur bara svona. Ég meina bara að það er fullt af gögnum sem er safnað bara víða í fræðisamfélaginu sem er gert fyrir opinbera styrki en þeir eru samt lokuð gögn. Af ýmsum ástæðum, í stundum er eina ástæðan bara svo að fræðimaðurinn sem að safnaði þeim bara vill ekki að þessu opin. Ég meina það er bara, þannig hefur það verið og já, það þarf að taka kannski á þessu einhvern veginn. Ég get kannski sagt að ég átti mjög góða samstarfi við Árnastofnun og fékk sem sagt leyfi til að pakka beigingarlýsingunni inn í þessa vöru og það hefur ekki verið neitt vandamál. Ég hlóði líka niður, ég kemst að það sjálf og voru að leika mig með það. En ég sé það sko hvort að þeir get ekki nota með þessu vilja. Einn pólitísk spurning var þegar búðir til svona kerfi, hver ætla þá að ákveða hvað íslenska og hvað ekki? Eins og ég skildi það svolítið utanaðkomandi, þá sko það er kjarnin í beigingarlýsingu íslensks nútímamáls er að höfundurinn vill einmitt ekki ákveða það og þess vegna vill hún ekki sko gefa þetta út svona og vera í þeirri stöðu að ákveða. Málið breytist, en það er nú búið að þjálfa, segjum sem svo að það er nú búið að þjálfa eitthvað kerfi sem á leiðrétta það sem ég segi og skilja það sem ég segi og svoleiðis og svo bara segi ég eitthvað sem ekki var til í gær eins og kalla þig sjóma eða eitthvað sko, sem að bara kerfið að segja bara þetta er ekki til, þetta er ekki orð, hendum þessu út sko hvað eða förum við að starfseti eins og Guðbrand upp í hann eða eitthvað af því að það var hún aftur sett inn einhver stað og hvernig gerir maður svona kerfi dýnamíska því leiti að þau þróist með tungumál? Þetta er nefnilega mjög góð spurning og það koma upp alls konar flókin sko siðferðileg vandamál líka í þessu þegar við förum þegar tölvurnar fara að tala hvaða mál eiga þær að tala hvaða tillit eiga þær að taka til málbreytinga sem eru í gangi til mismunandi hópa hvaða orð eiga þær að nota það geta verið alls konar spurningum svona viðkvæmt orðalag eitthvað sem er svona pólitískt rétt og eitthvað svoleiðis þetta er eitthvað sem við höfum ekkert rætt en verður mjög mikilvægt held ég að ræða í framtíðinni. Ég sló Vilhjálm inn í hans einn kerfi, hann er alveg gjaldkeri samfélginu en það er alls konar bíasar samkrafa sem koma inn í öll svona kerfi og þetta er ekkert alveg hvernig auðvelt að... Nei, kannski líka mjög mikilvægur hlutur í því að svona bara í framhaldi sem þú sagðir áðan að maður er aldrei búinn að þjálfaninn kerfi að þróa einhver kerfi, þau þurfa að vera í stöður uppfærslu með nýjum gögnum, með málum sem við tala í dag. Tökum dæmi með alþingistalgreinin sko að nú sko koma ný orð inn í þingræður alveg bara reglulega og í nýjasta dæmi, mjög algengt dæmi sem kom bara í vor var að bara í annarri hverju ræðu var að vera að tala um veipur og þetta var auðvitað ekkert í orðabókinni sko þannig að það þurfti þá bara að handsetja þetta inn sko og við erum þetta að skoða sjálfvirkar leiðir til þess að gera það, skoða þingskjöl sem að koma inn fyrir þingfund þannig að ný orð eru svona sett inn í kerfið handvirkt þannig að það er þá bara notendur sem að einhvern veginn uppfara íslenskuna í sjálfum sér og ég held að þetta sé alltaf samspil tækni og samfélags þetta er bara
og í sjálfu sér endanum verður þetta alltaf samfélagi einhvern veginn sem að ræður þessu. Tæknin bara þannig en hún getur auðvitað verið, tæknin getur náttúrulega virkað normatíft sko að stafsetningarleiðréttingaforrit getur ýtt fólki á að stafsetja rétt og ef á orð alltaf stafsett einhvern veginn rétt, það hefur kannski verið stafsett vitlaust í langa tíma út af því að það ekki borið fram eins og það stafsett og þá getur það haft áhrif á framburð, þannig að þetta getur haft sko höfu áhrif eða þannig. Það getur hreinlega verið sko pólitísk afstaða í þessu því að einhver hluta umræðu snýst yfirráði yfir orðum og hvaða orðu notum hlutina og bara sem dæmi núna í gangi umræði í samfélaginu þungunarrof eða fóstureyðingu og hvort orðið notarðu, það pólitísk afstaða sko og auðvitað þetta eitthvað sem við þurfum bara að vera meðvituð Spurningar? Klukkan bara akkurat 4. Ég með smá komment út af sko markaðarlunina, máltækniáætlunina, sko, það svolítið sko, við tölum svolítið mikið að það sé mikilvægt að komast inn í erlendu stórfyrirtækin, sko, Amazon og Google og að nú sé búið að, nú sé komið starfsmaður sem ætli bara að fara þarna inn með Guðna TH í farteskinu og nú bara látum við Amazon gera íslensku og svoleiðis. Og þetta bara ekki að fara að gerast, bara alls ekki. Og sama hvað við látum forsetann hamast í þessum fyrirtækjum að þú veist, þannig gerist þetta ekki, sko. Þessi fyrirtæki eru alveg til í að taka inn mörg tungumál og það meðvitund, þeir eru verða meðvitaðari hversu stórt vandamál það að taka inn öll heimsins tungumál inn í sín kerfi, þannig að það að verða til svona ákveðið umhverfi sem að mörg þeirra að búa til fyrir sig og ég held að það sé frekar leiðin sko að koma íslenskum málföngum inn í svona slík umhverfi þannig að það bara sé tekið upp einhvern veginn sjálfkrafa til dæmis eitt en alls ekki eina að Amazon að setja upp svona einhvern pakka fyrir hvert tungumál þar sem að viðkomandi þú getur bara búið til talgreini fyrir eitthvað tungumál og það bara þriðja aðilar sem gera það þannig að þá ef þú ert að forrita og notar Amazon skýjalausnir þá getur þú bara kallað á íslenskan talgreini ef einhver hefur sett hann upp þar fyrir en Amazon sjálfur skipta sér ekkert af því þannig að það ýmislegt svona sem við þurfum að vera meðvituð auðvitað skiptir máli að vera í góð samstarfi við tæknifólki sem þarna inni þú veist, sem við þekkjum og hittum á ráðstefnum og annað og halda áfram að taka þátt í svona alþjóðlegum verkefnum og svo auðvitað gerist það endrum og sinnum að íslenskar máltæknilausnir slysast inn í þessi fyrirtæki en ég held að þetta gerist ekki með svona einhverju pomp og prakt það bara en ég samt með þessi máltækniverkefni og það að búa til umhverfi hér að þá sé í raun og veru grundvöllurinn fyrir að þetta sé tekið upp þessu svona bara ég svona vara við að það vera að tala að þetta gerist einhvern veginn handvirt að þetta verður miklu meira svona opnara. Já. Sem fyrir samar Google og kom að svona móttækni reglum það. Já. Aðal takmörkunin í þessum stóru fyrirtækjum bara aðgengi að góðum grunngögnum sem að má nota. Já. Flest öll íslensku grunngögnar með ég vil lega að segja fáránlegum takmörkunum og nótum. Ef einhver les skilmálana eða hvernig næði bín eða mými þessa grunna, það bara takmörkunum sem að áskilja sér rétt til þess að og notkunarleiði á öllum vörum sem við býðum til og svona stórfyrirtæki þau bara bakka út, geta ekki nota þessu gögn. Þess vegna mikið mikilvægt fyrir okkur að ganga vel leifin sem eru á málföngunum sem við erum með. Það er mjög góða punktur og kannski sko ef það einhver svona formlegu díalógur sem við þurfum að eiga við fyrirtækin einmitt frekar leifin sem að vera að tala frekar en það að sé verið að sjanghæja einhverja verkfræðinga hjá
Já, Microsoft eða Google í ykkur verkefni. Heiminum með þetta vandamál og það eru fyrsta skilið er að við bjóðum þessi gögn þannig á þannig forminu að fólk geti nýtt þetta að búa til þessu listur. Mitt. Ég fór fram á sjálfur að báðum þessu og nýta þessi gögn 2011 frá Árnastofnun og ég hef bara reynt út, ég meina þetta er bara ekki hægt með við erum að vinna í þessu og svo hefur þessi síðan. Þannig að þetta er búið að vera svona mjög langan tíma. Já. Já, málrúm eru opinn. Ég get ekki hvað að það. En við söksum á þetta. Þú lokar spurningu í hvort það kannski bara svona pólitísk spurning. Vitið hvort það eitthvað tungumál annað en íslenska, hvort það er í Facebook að það vísa á einhvern mann að þá kemur nafn hans í nefnumfærslu eins og sviði og svo setjum við stundum EF eða F í sviðinu framan. Er eitthvað annað mál sem að gerir svipað gröður sem íslenska í þessu? Þannig að Facebook myndi kannski leysa þetta, koma með einhverja aðferð að geta þess að það verði sérstaklega gert fyrir íslensku. Það er alveg örugglega, já, fjöldi tungumála sko sem eru svona? Já, Þannig að þetta lagast? Ég veit ekki hvort Facebook gerir nokkuð í því en hitt er annar mál að auðvitað gætu þeir sem að þýða Facebook yfir á eitthvað tungumál þróað einhverjar aðferðir í þýðingunni sem að gætu nýst okkur, já. Eða við bara þurfum að nefna fólk Já, svo er það líka. Veljum eitthvað fall. Ég held að við verðum að fara að ljúka þessu. Ég ætla að þakka öllum fyrirlesurunum fyrir skemmtilega og fræðandi erindi og þakka ykkur sem komið hingað að hlusta. Vonandi að það hafi gaman að segja þessum málþingi frá loki.